Spyrja þeir í Mötley Crüe, Kickstart My Heart komið á fónin klukkan á 4. Það föstudagurinn 27. apríl. Vákandi fljótt að liða. Það bara að koma mæ, enda komið sumar. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínusæti og beint á móti mér sitja tveir ég klúður þessum. Tveir formúlubílar. Já, formúlubílar. Það eru formúlubílar? Já. Annar heitir Steinþór Hróa Steinþórsson. Hann byrjar að tala hérna fúl skeggjar og ógeðslur. Hvernig hefur það í dag? Hlustu það, ég tjúllaður. Ég tjúllaður. Vá, tjúllaður er gott. Ég afpeppast. Það langt sinni heyrðu orðið tjúllaður. Það 23. hitt úti og ég einhvern með, það komið sumar, það veit að ekki komið sumar? Jú, Pepsi-deildin byrjar í kvöld, Valur KR og það sól úti. Ég bara einhvern veginn ég í stór hættulegir. Það bara gott að heyra. Við hliðan á honum situr hinn formúlubílinn. Á hverju formúlubíl? Hann búinn að kalla ykkur kúreka, hann kalla okkur meistara. Það nýtt koncept fyrir þetta. I like that. Hvað segir, Egill formúlubíl? Þessi formúlubíl bara, hann aldrei betri. Gott að heyra. Komið sumar í þig eins og Steinda? Já, rétt. Ég meina það kom það mikið sumar í mig. Ég var á fróðuballi í gær, sko. Fróðu reifballi. Já, ég sá það sem að gera á sumrin, sko. Það þetta svakalegt. Það er eitthvað Benidorm eða? Já, bara 50 dagur. Ég sá tilbót til Benidorm daginn. Ég sendi það á því á Instagraminu mínu. Já, tjóðlar á freistandi. Bókaðu það? Ekkert eðlilega freistandi. En ég sé Benidorm auglýsingu og hugsaði til þín. Ég að fara út fljótlega á Wembley og það síðan Russia og síðan að fara á Epilhotina, Tomorrowland. Það svo mikið framöndan. Annars væri ég að fara til Benni, sko. En sástu samt að þetta var, sko, smáleitri var, þetta var eldri borgar. Þetta var 60 plus. Þetta hefur verið svaðaleg Benidorm-ferð. En málega, ég hef eins og skemmt líka á Fróðu. Þú varst að skemmta í gær á Fróðuballi. Sem rosalegt. Já, rosalegt. Við auðvitað getum eiginlega tekið undir það. Við höfum verið á Fróðu. Við vorum að skemmta, hvaða skólar voru þetta? Já, það var á Benidorm. Ég held að það hefði verið toppinn minn núna. Ég var á Selfossi. Það voru þrír skólar saman og það var sko all you can drink stemning á þessu stað. Þegar við vorum búin að skemmta þannig að bara fóru við eðlilega enda eldgamli menn. Mökkuðu yfir ég. Og svo löppuðu við fram á þessu stað og leiðinni heim aftur og þá voru bara sjúkrabílar, ég veit ekki hvað. Var það Jokers? Já, það var Jokers. Það var þetta bara all you can drink, krakkarnir voru búin að sko slátra sér að þinni. Ég margóttur á Jokers. Þetta ferðin þar sem að koma aftan á fréttablaðinu beint úr brekkunni til Benidorm sem að var viðbyrður. Besta fyrirsögn. Ég var að vinna á báðum stöðum. Ég horfði framan í því þú lastist það. Það dó eitthvað inni. Það var náttúrulega Egill sem stendur mér þetta var að koma á vísi, bara beint og brekkunni til Benidorm, þetta er kallinn að lifa. Ég bara, oi. Er þetta ekki til ennþá þessi? Ég mæli með því að hlustendur flettis upp og lesa þessa frétt, hún er æðisleg. Já, herðu, við vorum að skemmta á þjóðhátíð til Bene. Já, það var hræðilegt. Sjónas Már Auðun Blöndal er að ferða á flugi, áallt nóg að gera hjá drengi. Hann skellti sig á þjóðhátíð í Vestmanni og Vestlumhelgina, tók vel undir í brekkusöngnum með Ingo Veðuguð og dansaði fram á Rauða nótt. Hvaða kjaftaði það? Leið og ljósin í dalnum slokkuðu, hélt hann í Jam-paradísina Benidorm. Þetta er besta ég var svo þunnur og lítill í mér þegar Egill sendi þetta, það dó eitthvað inni. Hvaða goddamn genius gerði þessa frétt? Þetta er endur alveg æðislegt. En við erum með rosalega þáttandekur í dag. Leður þess að piece of shit, þú láttu það? Nei, mér finnst þetta bara pirrandi eins og ég væri bara einhver viku fyllir í. Ég man eftir Gaman þjóð, þetta var gaman á Benidorm. Þú þurftir að setjast niður og fá þér einn og hugsa þetta eitthvað. Þetta var rosa mikið hugarangur í svona hálftíma. Alltaf að tala niður Benidorm. Geggjaður staður. Nei, hann er ekki geggjaður. Hellhól, ekkert annað. Já, hann er orðinn ógeðslegur. Reyndar finnst mér fyndið þegar Steinda er búin að rakka niður Benidorm hérna bara í 5 ár og fóð svo með familuna. Jæja, hvað er framhægt? Eitt af minn uppáhaldsliðum á Íslandi, Augnablik, var núna Benidorm farið fyrir 2 vikur síðan. Þeir sögðu að það væri geggjað. Hvítastrendur, champagne, ekkert veginn. Champagne? Hver tala svona Benidorm? Hvað er þetta? Ég held að kampaði síðasta sem ég hugsaði þegar ég hugsaði Benidorm. Maður hugsaði bara... Já, bara landi í sjó. Já, jagan mætti stöita. Það er bara eitthvað sem út að drekka klófin á stikki vikið. Þetta er bara viðbjörn. Næsta, hvað er það gerast í dag? Við erum með rosa þátt. Þetta er svaluð þátt. Já, ber þar hæst síma að ég Rikka Geða sem að ég náði að ljúga ánum að ég væri Sven frá Ralf Lauren í Svíþjóð. Jú, það er auðvitað að plata Rikka maður, wow. Já, fólk er það. Málega það, sko með Rikka, eins mikið og ég dýrkan og hann er dagskrárstjóri hérna, stendur sig vel, flottur strákur, góðu vinnur okkar, hann er svona góðu vinnur þáttarins, getum alveg Er hann ekki fjórða hjóli? Hann er bara fjórða hjóli í rauninni, en það sem sko, ég
hlusta á þetta símtal sem þú tókst í dag. Þú varst að leika Sven frá Svíþjóð. Ég gef þér það, þú tala með góðum sænskur heim. Þú bjóst þarna. Hann keypti þetta. En hann kaupir þetta bara. Þið heyrðu það ekki á eftir. Ég þakka mikið til. Svo Dóri Tíðina, hann kemur í heimsókn eftir. Skýtt á okkur aðan og kemur í heimsókn. Svo erum við ætlum náttúrulega að hringja í Sveppa því að það er ykkur á, hvað heitir þetta á Tinder? Sem að þykjast vera Sveppi. Nei, hann á Tinder. Já, en hvað heitir aftur prófílinn? Josie 19 og við fengum þetta sent. Já, við fengum þetta sent. Hvernig getur Sveppi fyrir 19? Förum vel yfir það eftir og ég held þetta sé hann og við þurfum að ræða þetta Mushroom. Við hringjum í hann. Við erum með spurningakefni Gilsarans. Hvað í dag? King of being a sore loser. King of being, akkur svona neikvægt? Það er bara, veist, ég veit ekki. Getur mögulega að spila inn í að Brynjar setti flautukorf í raskataði fyrir nokkuð dögum og pakkaði saman sko. Ég var að hugsa, hörðu. Ok, eftir að ekki tala um þetta maður. Eftir að King Brynjar pakkaði talandi um að deyja einhvern veginn. Blöður að búin að keira ykkur 60 tíma. Færa buzzer í andlitið, sko. Það veist það, ég skal vera hreinskilinn. Ég hef ekki verið svona svektur í mörg ár. Ég er ekki að grínast, ég hef ekki verið svona svektur síðan að United tapaði úrslitaleiknum með meistaradeildinni. Djöfull var það ógeðslegt. Þá var ég fannst þetta mjög fyndið með svona gott comedy. Þannig að ég hugsaði bara, herðu, King of being a sore loser. Ert þú tapsárstindi? Ég held að það sé alveg saman tap. Ég held ég sé bara að vinna þetta því miður. Já, sko, nei, ég er svo sem ekkert tapsár, sko. Þú fekk svona buzzer í andlitið þessu blöður, en ekki skipt saman? Það fer eftir, sko. Var ekki ég sem fekk buzzer í andlitið, sko? Ég get verið rosalega tapsár. En ekki þegar kemur að, þú veist, einhverjum öðrum en sjálfum mér. Ég skilji. En það var basically diss á blöð kongurinn á króknum sko. Svo erum við með basically að setja þristinn í blöð. En þegar þú kerðir þarna Svo erum við með kortmyndur frekar. Hver sér þú í glugga bara Hver sér kortmyndur frekar í dag? Ég meina, þú ert kongurinn á króknum án gríns. Hljópan ekki að þér og hrækti á þér eftir þetta buzzer. Ég hef gert það. Ég fer að setja á lag sko. Hvor er ekki kortmyndur frekar í dag? Þú keyrir það þinn á krókinn. Það fara bara allir íbúar á hnýin. Herru, já, hérna kortmyndur frekar. Ég verð með þetta, já. Þannig að Egill, þú með myndur fyrir cash? Já. Ok, svo erum við með hver er líklegastur eins og það heyrið, kæru hlustendur, við erum í stuði, það er sól úti, Pepsi-deildina hefjast í kvöld, það er Valur Káir á hlýðanenda og sonur okkur á fóninum. Já, sonurinn, og það er það mikil stemmingin í stúdíónu að, já, mér langar bara aldrei heim. Nú erum að hlusta á Aron Kahn áður fyrir mig slúður að Við vorum að tala um körfuboltaleikin. Já, og svo var að tala um lista ef að þú mættir vera með einhverjum öðrum. Þetta var í Friends og ég held að séu nú nokkur pörðan úti sem hafa hendi í þetta að gefa leyfi á einhver celeb. Er þetta ekki bara í annarkori romantísku gammynd? Já, en byrju, svo við klárum Steindi, ef að þú fengir svona lista. Já, við vorum að tala um þetta hérna og allir fast þetta eitthvað rosa fyndi. Ég hérna, nei, sem sagt hver var á þínu lista? Ertu að tala um þá já, sem sagt bara að Sigrún gefur leyfi á einhver 3 celeb eða þú myndir allt í mig vera í Vegas með flöskuborð og eitthvað. Nei, þeir voru að spyrja þetta öfugt eða ef hún sem sagt fengja leyfi þá var ég að tala um að ég myndi sem sagt gefa henni leyfi til að það væri annarkort sko Wesley Snipes. Það er að vera Wesley Snipes. Það er náttúrulega bara Þú átt ekki að gefa leyfi, hún á náttúrulega að fá að ráða. Já, ég þyrfti náttúrulega sko, ef ég mætti að ráða hennar lista sko, þá var það Snipes. Wesley Snipes, og það var náttúrulega Denzel Washington. Denzel Cuba Junior kannski. Cuba Junior líka. Allir svartir. Já, við vorum með mig. Við vorum með hvað hlæja því. Já, svona þínum menn. Þetta er bara mínum menn. Always better on black man. En Egill, hvernig var listin sem að þú vilja gefa leyfi á? En þið eru samt að gera þetta vittlust. Það er náttúrulega konan sem á að fá að velja sjálf. Já, síðan getur við valið okkur sjálf líka. Seth Sharp er á listanum. Ég myndi setja listan hennar Matthew McConaughey sjálfsögðu, The Rock og Vin Diesel. Matthew McConaughey. Já. Er það bara great honor for you? Það er séðan. Shit sko. Gett eðlilega hugulur. Já, við erum búin að heyra það í svona, ég veit ekki, svona 5 ár eitthvað. Nei, hann er ekkert eðlilega myndalur. Ég er ekki eðlilega leðilega. Og The Rock líka, 125 kíló á kjöti sko. Já, þú mútti gefa leyfi á það. Gaman fyrir að maður koma svo til þín. En það er komið að slúðri. Fyrsti slúðumólinn er nú ekkert merkilegur. Nei. En jú, þetta er merkilegt en þetta er svona kannski ekki endilega Þetta er boring. Tengt okkar lustum. Abba er að koma aftur. Abba? Eftir 35 ára hlið. Jú, þetta er stórmerkilegt. Er þetta stórmerkilegt? Við skulum aðeins slaka á, þetta er ekki stórmerkilegt. Jú, þau hafa ekki gefið, þau hafa ekki bara... Ég hættar að sé bara fólk að keyra út af núna. Ok, þannig að Abba er að koma aftur. Þau hefur búin drull á sig, vantar cash. 70 frá Svíþjóð. Það heldur að sé bara allir að leysa sig yfir þessu. Þetta er vinsælasta hljómsveit allra tíma, millisingurinn, og þau hafa ekki gert neitt í 35 ára. Víst! Ég voru ekki til því að... Æ, nú það Twitter að hjálpa mér. Auðvitað er Abba einn stærsta hljómsveit allra tíma. Það er þannig, víst. Aldrei. Ég myndi... Syngdu eitt lag með þér núna. Já.
bara money, money, money must be funny. Já, ég ætla að fara að setja það á bara ekki. Nei, þetta ég tala um ég sé hlust á það. Ég get notað þetta lag á Simma Vil. Money, það paparazan. Það mjög góð, já. En sko, það endalasta lög. Ok, blöð, þetta leiðileg hljómsveit, já það, nei? Nei, ég fíla hann tætlur. Hún mér góð, sko. Hund leiðileg. Herru, prófa að spyrja mig hvort það finnst þú skemmt. Ok, þetta segir mér finnst. Nei, ég ætla ekki. Mér finnst þú ömuleg. Þetta segir mér blöð, þú ert að hella í þig einn heima í kvöld og komar í gýrin. Setur Abba á fónina? Nei, ég bara tala um þetta einn stærsta hljómsveit allar tíma. Akkur er þetta að tala um þetta? Næsta. Af því að þau eru að koma aftur eftir 35 ár. Þau hefur ekki gert neitt í 35 ár. Hvað er þetta að gera mig? Þú standir bara að dansa fyrir þessu. Ég skil ekki hvað þú vilt frá okkur. Ég vil ekkert frá ykkur. Ég er að tala með hlustendur en ekki ykkur Abbaðir eitthvað. Ekki einn með það. Er það komið til landsins? Herðu, ég held að þið vitið bara ekki. Ég veit ekki fólk svo ég myndi fá pening fyrir það. Þú myndi lagt inn á mig fyrir að mæta. Shit, hvað þið eru leiðilegir með. Ég myndi leggja inn að núna svona 3 milljónir fyrir að fara á Abba. Myndir þú fara? Næsta slúður. Nei, djúðlættu töf. Þeir eru svo svalir og þeir eru að deyja. Förum yfir í svo leiðilegir maður. Þetta er einn stærsta hljómsveit allar tíma. Punktur. Það er þannig. Já, get ekki sem fengið að heyra Mamma Mia eftir innkomuna. Akkurat, þau var Mamma Mia líka. Svo er það Kanye West og Kim Kardashian. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að Kanye West, hann er, mjög virkur á Twitter þessa dagana og er að dæla á tístum eins og að kallast. Og menn halda sig í manju. Hann er skemmtilegur á Hann er góður á Twitter. Mjög skemmtilegur. Opnaði sig að hann var í Donald Trump maður. Hann er mjög harður Trump maður. En svo dróði hann tilbaka. Nei, hann sagði að hann var hans maður þó hann var ekki sammála öllu sem hann segði. Og hann skrifaði undan, ástæðan fyrir því að tísta þessu er að kona mín vill að ég sé að clear things out. Hún hefur verið heima hjá hann bara, Kanye, nú fer á Twitter og reynda að við haga þér sem maður. Skrifa eitthvað sem fólk skilur. Haldið að Kim sé með Kanye í bandið það? Ég held að það sé engin menn í bandi. Ég meina málega það. Hann er ódættanlegur. Já, ég hef rosalega gaman á honum. Það er svo skemmtilegt hvernig hann hugsar. Hann er svo einlægur og svo barnaleg. Geggjaði tónlistarmaður. Eins og hann var að henda núni. Hvort myndir þú frekar frá Kanye tónleika eða Abba? Ég myndi alltaf fara á Kanye tónleika. Það er klikkað. Sko, í miðju randinu þá henda hann í eitt sem ég fannst mjög skemmtilegt og ég retweetaði mynd. I'm nice at ping pong. Hann búinn að tala um Trump, búinn að tala um hitt, búinn að droppa bombs. Svo allt er bara, herru, ég er fínn í ping, ég er fínn í bortennis. Fekk hann power retweet frá þér? Já, og líka I'm nice at ping pong. Það er ekki góður í því. Nei, hann er bara fínn í bortennis. En talandi Twitterinn hans Kanye West þá sett hann sem sagt myndir úr húsinu þeirra. Það tók einhver 2 ár að gera þetta hús og innrætta þetta og þetta myndið eitthvað 6 miljardar sko. Það sem húsið er búið núna? Já, og þá kom Kim Kardashian West, eins og hún kallar sig í dag og babe, we had a rule not to show our home on social media. So can we now allow filming in the home? Eitthvað svona. Þannig að hún var eitthvað pínu pyrrið en samt ekki pyrraðar en það, þú veist, hún var með grænjandi kall sko. En hún kommentaði þetta líka undir hjá honum. Málega að þetta er akkurat það sem ég þoli ekki. En hún er komið 239.000 likes á það. Wow. Já, en mannstu, ég hef rosalega lítið gaman af því þegar pör er að kommenta á hvort annað á social media. Mjög lítinn toleransverði. Mjög lítinn. Og þau eru komið gulaspjaldi. Steindur hefur rétt á því. Hann er rétt á sem sko. Eins og þeim sem ekki drullu saman þú sé að fá gulaspjaldi fyrir okkur trú hérna á FM 957. Það er kannski okkur bannari yfir þessu. Það er takk alltaf þegar þú trú. Hann er það. Manstu ekki eftir þegar vorum að tala um að Beyoncé og Jay-Z voru að trúða svona milli sín hérna? Já, þau voru að syngja lög. Já, það ég meina, ég hef bara. Þú mátt svara manninni þínum á Twitter. Hvað voðalegt á hann harður maður. En sko, máli er, þau eru high spenders. Og þau verða gjaldróttar 100%. Einu spurningin er hvenær. Nei. Hann er búinn að basically hann er búinn að skýta á. Hann er búinn að skýta hann gjaldróttar. Hann getur haldið tónleika bara hvernig sem er. Það er alltaf fullt. Ég er að skoða myndirnar hérna. Þau eru ekki að spara í húsinu. Þau eru ennþá high spenders. Sko þau eru high spenders. Þau eru multi. Við eiginlega vorum að skoða þetta daginn. Við vorum að fletta upp hinum á þessu mynda networth því við vorum að spjalla með eitthvað hérna. Það kom í ljós að þetta er ekkit alltaf rosalega mikill peningur. Ef hann tekur einhver tónleika þá var það bara basically, hann er ekki búinn að dekka gestaherbyggið í húsinu sko. Ég var að horfa á myndir Avicii. Fyrsta sem ég gerði eftir myndina var að googla hvað hann var í worth. Sturlu mynd by the way, þannig að ef þið eru með Netflix samt að kíkja á hana. Hann er myndin á $80 million. Hann er eitthvað ríkur DJ. Mikið maður. Hann var líka að túra endalaust sko. Já. Svo hérna síðasta slúðrið að það var engin af Playboy kaninunum ástfangin, það var engin af þeim ástfangin af Hugh Hefner. Shocker.
Þau gerðu þetta upp á eins og segir hér publicity og til að koma sér áfram. Illa farin. Það er þetta alvöru skellur. Ekki eins og eina af þeim. Nei, hann var engin afsakinn. Ég held alltaf eina af þeim væri svona. En sögðu allar að það er elskuðan sem vin. En það var samt alveg eitthvað bralleri og snáðun og vesen og það ekki. Það voru ekki bara að horfa á vídeo. Þetta þú komið þangað. Það var ekki bara Billy Mattisson og Ostapá heima hjá honum, það var eitthvað vesen. Þetta var slúðupakki dagsins. ABBA er að koma aftur saman. Til lukku með það, Íslendingar. Karamellu súkkulaði með lakkrís og karamellu fyllingu. Hversu mikil karamella er eiginlega í því? Karamellu perlustykki er glæný viðbót við lakkríslínu Nóa Sirius. Næstum og gott til að vera satt. Ívar Guðmunds hér. Ég hélt ég kæmist aldrei í betra form, en svo kynntist ég Walk On. Walk On, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur. Hamborgari, foldaborgari, húsaborgari, bryggjuborgari, korpuborgari. Og ef þú ert að spá í línunum, færðu þið Rima Salat. Hverfisbúðin Grafavogi. Velfag Edge, nýtt útlit með enn 30 ára reynsla. Velfag, vinduer for lífið. Faris.is. Það er 150 miljónar risapottur helgina. 1x2, við tippum. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem er 5677888. Það er magnað hverju góður bolli getur breytt. Te og kaffi. Markaðsstjórar stærstu fyrirtækja landsins telja Markpost vera áhrifaríka og ódýra leið til að ná árangri. Við getum hjálpað þér. Póstdreifing. Það má enginn missa af dansstjörnum Íslands á Stöð 2 á sunnudaginn. Gleðisprengja er eiginlega bara fyrsta orðið sem mér datt í hug. Kjóstu þitt uppáhaldspar í símakosningu og láttu gott að þau leiða í leiðinni. Keppnin verður bara harðari með hverri viku. Allir geta dansað í beinni útsendingu alla sunnudaga á Stöð 2. Það eru Netto og Toyota CHR sem færa þér Allir geta dansað. Nauthóll brönsum helgar. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi 95 blöð hér á FM 957. Þetta er Liam Payne og Rita Ora með lagið For You. Aha. Við erum í hættulegum gýr, kæru hlustendur, vonandi eru þið það líka. Já, föstudagur, heldur að fólk skal fara að vöka sig í kvöld, Egill? Myndur þú tippa? Já, Sun is Shining og Það er svolítið alltaf, hann er með djammið á hreinu. Já, ég meina að fólk vökar svo föstuðum og lögutum, sko. Já. Og var reyndar engan snilling til að fatta það. Sérstaklega þegar Sunshine. Eina sem getur stoppa einhverjar próf. En það stoppar ekki allar, sko. Þeir hörðustu allar bara í sand, sko. Já. Þó að sjá leiðinni próf. Djammaði þú fyrir próf? Að gamli skólinn, hann fekk sér bara sand, sko. Ég ætla að minna á satt eða logið. Það er fyrir fólk sem er heima á sjónvarpið í kvöld. Það er Stöð 2. Er ég í kvöld? Já, þú ert í þættinum í kvöld. Er ég í þættinum í kvöld? Herru, þá vil ég sko byrja hlustendur að horfa. Já, ekki annars. Já, svona, jú, það mætti alveg stilla inn og svona, en núna verða fólk að horfa. Ok, en það er komið tíma á hvort myndur frekar og ég er með þetta. Já, svo ætla ég að leyfa ykkur að heyra rosalegt síma að ég rikka hér í næstu innkomu. Já, ég heyrði það. Það var algjör veisla. Það er eins og ég byrjar aftur með þáttum tekin, hann var illa tekin. Já, hann er líka, eins og ég hef alltaf sagt, hann er svo trúgjarnar ekki, þetta er kostulegu karakter. Hann er það ekki. Gaman að stríða honum stundum. Hann er með þykk bak. Herðu, það er hvort myndur frekar, ég er með það í dag og ég er með 3 hrikalega skemmtilega spurningar og ég er svona smá kannski ABBA-tenging að því varst nú að tala um ABBA náðan Hvað hendur því það bara inn á síðustu stundu? Já, sko, fyrsta spurning, hún hljómar svona hvort myndu frekar fara á ABBA-tónleika eða sjúga kamelgula reykingaputta hjá ókunnum í 45 mínútur? Ok Þetta er mjög gulir, þetta eru kamelgulir reykingaputta. Þetta er ekki spurning í alvörinu hér. Jú, nei, hættu þessu kjafta. Þetta er 45 mínútur svona að hafa puttana upp í þér eða fara á ABBA-tónleika hérna í höllinni. Ég myndi borga fyrir að fara á ABBA. Já, það alla daga. Það er þannig. Er það staðan á þér núna? Herðu, hérna til dæmis eitt lag. Ætlar að setja hana viðbjöð á? Nei, heyrðu. Muni geta þessu? Anskotin. Já, þetta var kannski skásta lagið þeirra. Þetta er samt ekkert eðlilega lögulegt. Þetta er geggja lag. Þetta er ekki týta. Já, bullandi stemning í svo hér.
Þetta flott. Hvað bassin? Hvað er bassin? Hvað bassin? Það ekki bassin. Það þarf ekki alltaf bass og tempo í öllu. Það væri þetta alltaf að hafa smá bassalínu. Það er ekki bassin. Þú veit að skilja bassin eftir heima. Það er rosalegt lag, ég ætla að hafa þetta undir. Já, einmitt, það er okkur bara annarkoð maður búin að skipta stöð. Takk fyrir það. Ég var að byrja með dagskrálið hérna sem ég er búin að leggja mikla vinn í. Já, ég myndi fara á ABBA, mjög létt. Myndirðu fara á ABBA-tónleikana? Ég er bara að segja, ég myndi borga fyrir að fara á ABBA. Já, það er þannig. En þú veist, þú þarft að koma á svæðið, þú þarft að sitja og horfa á þetta eða standa þarna, þú veist, í kannski eitthvað, þetta er kannski 2-3 tíma dæmi. Herru, ég nenni þessu grín ekki lengur, sko. Nei, á grín, sko. Egil myndi líka fara á ABBA, næsta spurning. Þú myndir basically samt Við sjúa þess að putta. Nei. Hætt að vera töffari, þú myndir alltaf freka fara á ABBA. Þú þyrftir að sitja hérna í stúku og horfa á tónleikana, sko. Alla tónleikana. Ég myndi fíla á því tættur. Þið vitið að það eru fullt af hlustendur núna sem eru búin að fara á Mamma Mia sýninguna og dýrka þessu hljómsveit og þeir eru basically að segja þessu fáið. Við erum ekki, nei, ok, þið myndi freka sjúa puttan á einhverjum kamelreikjandi bara. Við erum að tala tónleikana. Sýningin var æðisleg, ég sá hana, hún var geggjuð. Helgi Björns var sko, ég hef aldrei séð hann svona góðan. Þetta var geggjuð hljómsveit kringu 73-74. Þau eru að koma aftur saman. Næsta spurning. Egil, hann ætlar að fara í kamelgula reykingaputta í ókunnum í 45 minútur. Já, þetta er 45 minútur búið. Já, það er bara, þetta er bara Hitt er miklu lengra koncept. Já, þeir eru ógeðslega töff, þeir eru svo svalir. Þeir eru sammála að vera ósammála. Það er bara mjög skemmt. Ógeðslega fyndnir og töff, drengir. En það er bara, straflega, svona er þetta. Herru, þá er önnur spurning, hvort myndu frekar vilja að allir Íslendingar myndu halda að þeir væru hræðilegar manneskjur eða að fjölskyldan ykkar myndi dýrka ykkur. Eða að fjölskyldan eitthvað myndi haldið að vera algjör viðbjóður en almenningur myndi dýrka ykkur. Núna er þetta bara þannig að fjölskyldan, hvað er þetta margir meðlimir? Þetta er nú ekki það margir. Bara fjölskyldan, ekki vinir. Fjölskyldan myndi fyrirlít ykkur. En allir almenningur, allir Íslendingar myndi elska ykkur. Er vinir inn í fjölskyldu eða bara fjölskylda? Nei, bara fjölskylda. Þetta er sennilega einn svona erfiðasta spurning sem ég fengi í þessu. Já, að því Gefðu þið það. Sko, ímyndaðu þetta. Er þetta ekki vinir heldur? Upp á vinnuna. Já. Þá má það ekki bara vera familjan, sko. Þú getur bara að fara í lagarinn, þú varst fýll lagamæður sín tíma, sko. Já, mér finnst bara hitt skemmtilega. Já, við getum líka orðað þannig að þú ert í sjónvarpinu það myndi allir sem voru að horfa myndi fyrirlita. Að þú fær í kringluna, þú getur það ekki. Það myndi allir horfa bara á þig og gefa bara þú væri illa liðin allstað. Já, samt, þú veist, svona, menn sem hefur heyrur getur alveg vinsælir, svo Howard Stern er náttúrulega mikið heyrur sem það fyrstu allir á hann, sko. Já, en það sem ég er að tala er að allir, hver einasti Íslendingur, þú ættir blöð með þykkt bak, getur alveg höndlað það. Ég get ekki heldur að mamma mín bara vinnist í viðbjöður. Sérðu, horfðu á hann núna, það fekk að buzzer í andlit. Heiði, þú hætti að tala um hennar leikmann. Og King Brendan er það. Hann er standing. Hann er mættu til vinnu. Hann er standandi. Uppréttur. Ég held að ég þurfti að árætti mjög vel, sko. Ég get ekki mist familíuna, þannig ég tek hitt. Þú var svoleiðis? Já, ég get ekki bara sýstu mínar hati með það er bara. Ég er nokkuð viss að það hatiði, sko. Nei, ég er nokkuð viss að það gera það. Málega við erum að tala kannski, það eru nokkra hræður sem myndi að hata þig, annars væru dýrkasti maður landsins. Myndið þú taka hitt? Nei, þú verður dýrkasti maður landsins. En hvað það er ekki það? Fara í kringluna og lendi ykkur í ámanum? Já, ég meina, já, sko ég get ekki svissa familju. Ég myndi að bara ef Ísland myndi láta allt eins og Sauðárkrókur þegar þú lendir í bænum. Heiðu bara. Það er bara. Man geti ekkert lifa það. Ég dennis ekki. Hætti. Ég er að tala við ykkur. Hann er kóngurinn á króknum. Já, haltu kjafti. Hérna, ég held familíunni. Kóngurinn á króknum. Ég held familíunni. Þetta er með a nice ring to it. Ég verð með fjölskylduna. En þú, Egil, hvernig góð þú? Mér er skýtsama hvað liður út í bæ, ég þekki ekki raskat fyrst mig, hann ég velja family. Það er familjan hjá báðum, ég myndi velja það sama. Það er hárrétt vali hjá okkur. Það var að þriðja hvort myndu þið frekar vilja vinna við eitthvað hræðilegt í 10 ár og þéna það vel að við getum orðað þannig að já, þið getum farið mjög snemma á eftirlaun. Hvað er það að vinna við? Bara hræðilegt. Já, það er það hræðilegt, sko, við getum rætt það eða vinna alla ævi þangar til að vera gamli menn en þeir eru að vinna með fína innkomu, bara basic laun og það væri draumadjópið ykkar vinna alveg alltaf draumadjópið eða taka 10 ár þú var leið að vera í fríi, ég myndi alltaf taka draumadjópið og vinna endalust við erum að tala um það auðvitað, eftir 10 ár þá verður, þú getur sko þú verður með verður milljarðamæringur já, ég ætla að bæta þig inn þú væri milljarðamæringur 10 ára langur tími í leiðilegri vinnu maður. Hvað er það að tala um bara vestu vinnu sem þú getur fundið? Hvað væri versta vinna sem þú getur unnið við? Þrífa klósett eftir þjóðatíð? Já, það er þetta. Kamrana, ekki nefnast standið því. Gera það í 10 ár. Hver er í því samt?
Það náttúrulega bara það var gaman að finna upp á þeim mestara sem tæmir hérna kameran. Já, ég meina það samt bara basically nokkra klukkutíma að vinna fyrir hann einu svona ári. Hafið þið hægt ykkur í kamerana? Ég reyndi einu sinni, ég gæti ekki. Ekki að fá vélminni í að þrífa? Þú tekur svona sem tekur og snýrið við Ég get ekki kúkandi pressu. Það ekki vaskur. Þú ætlar ekki pressu. Eitt félagi minn, hann hendi einu sinni í, hann var á hróaskjöldu og það var það löng röð á kamerinu, hann hljóp fremst og tók allt sem var með vösunum og það voru 700 danskar sem var á þeim tíma, hvað ætlaði að við 15 skall eða eitthvað 700 krónar skitan, já. Það var, ég meina þú þarft að fara sko. En sko, myndi maður ekki alltaf reyndar milljarðarmenningur, has a ring to it. Ég held bara, ég myndi ekki höndla að vera milljarðarmenningur. Ég myndi fara yfirum. Ég myndi vera að hendi ykkur að leikið bara Já, ég meina við getum orðað þannig að þú væri basically milljarðarmenningur sko. Þú væri annarkur dag Þú væri mánaðarlega í sundlaugapartí í Vegas með flösku. Hvaða trúð gleifti þú hérna rétt að komast í útsendingu? Þú var þetta leðilega Getur þú hægt trúðum með þetta núna fyrir að fá að laga það? Ég var hósaður Hvað stælar eru þetta? Þetta var hós Ég er ekki meira að kenna Binna Setti Böðsur í andlitu þér Ég tek hérna vinnuna sem ég fíla Vinnuna sem fílar? Egil Já, minnst 10 ára svo langur tími til að vera í hundleðilega vinnu. Ég var sammála blöð. Já, maður myndi ekki nenn að standa Herru, þið voru sammála náttúrulega með allt nema þú ferðu Abba og Egil alltaf að fara í tóbaksskula og sígarettupunktur. Hann svo ógeðslega töff. Nú ég stari fram og fyrst ég glifur upp en sjö Við dansa valsu döfur sem stýrir minni för Vona að ég finni nýja stað, hlýja dvöl Núna ég einn, kannski seinna verðin tvö Nú ég stari fram og fyrst ég glifur upp en sjö Dansa valsu döfur sem stýrir minni för Vona að ég finni nýja stað, hlýja dvöl Núna ég einn, kannski seinna verðin tvö Langar að stoppa mig, langar að sofa og mikið hlutir sem ég búinn að lofa mér Lofa mér hinn ykkur, lofa mér þessu uppi bara en pása gíkur Þetta eru, heitustu listamenn landsins í dag Jói P. og Króli með lagið Þráhyggja En það kom tíma á Símat sem að tekið upp hér fyrir í dag og það var hann Rikki G Ég ákvað að hringi hann sem Sven frá Svíþjóð og þetta tengist nú að ég er búinn að vera að stríða hann aðeins á bólnum sínum og við skulum heyra bara hvernig ég náði Rikka hann var alveg grunnlaus kallinn Tísku íkon í dag Já, hann er tísku íkon það er bara þannig, en hér kemur það, tekum við á þessu Halló Já, er það Rikki? Já Er það Rikki? Ja Jag heter Sven och ringer här från Ralph Lauren på Sverige. Jag måste prata med dig om din t-shirt. Han är fantastisk. Vad du köpa han? Nej, þú ert ekki að djóka. Ertu svona geðugur eða? Var har du din t-shirt? Var shoppar du han? Alla Sverige pratar om din t-shirt, den är fantastisk. Var shoppar du han? Þú ert ekki að taka þetta upp fyrir það. Rikki, var shoppar du din t-shirt? Han är fantastisk. Jävla bra din t-shirt. Var shoppar ni han, Rikki? Þetta vandræðilegasta, lélegasta sænska sem ég heilt á æfinni. Vem är Ötti? Jag heter Sven. Jag ringer från Ralph Lauren på Sverige. Þurfum við bara að fara að ræða saman. Var shoppar du din t-shirt? Den är fantastisk. Ötti, hættu þessu. Vem är Ötti? Ötti, ég veit þetta. Jag heter Sven. Þetta er svo lélegt, Ötti, því finnst þetta er ekki... Jag heter Sven. Var shoppar du din t-shirt? Þetta er svo slagt. Öttin er að hætta bara fyrir mig. Þetta er svo vandræðilegt. Vad shoppar du den t-shirt? Den är jävla fantastisk. Ég er að standa en ég stendi þetta fyrir utan sporthúsið. Þetta er hræðilegt. Hvenær fattar þetta var ég? Rikki. Þú er góður, þú ert... Hvenær fattar þetta? Ég náði þér fyrst. Þú er bara ángríns að fara að leita að hjálpa þig. Hélst í smá stund að þetta var Sven frá Ralph Lauren. Já, þetta er ykkur þetta er versta sænska. Ég tala betri sænska. En bara sem lokin, hvenær fattar þetta? Ég fattar þetta bara strax. Nei, fattar þetta þegar ég... Sven, ég ringdi.
En svona, hvar keiftirðu bláa bólinn, Rikki? Ég keifti hann í eitthvað urban dæmi í hérna á Tenerife á Playa Las Americas svæðinu. Kvistnos bátur veikunar carbonara. Gómsætur bátur með kjúklingi, beikoni, mozzarella osti, sveppum og bacon alfredo sósu. Kvistnos, við erum á Ólís. Það 150 miljónar risapottur helgina. 1x2, við tippum. Loksins á Íslandi. Clay augndroppar frá Clear Eyes. Fást nú í apótekum. Gjafakort Smáralindar gefur ótal möguleika í einum pakka. Smáralind. Sérhæfð varahlutaverslun fyrir atvinnubifreiðar og tæki. Vélanöst Álhellu 8 Hafnarfirði. Vélanöst.is. Skoðunarferð til Tékklands borgar sig. Við erum í Borgartúni, Holtagörðum, Reykjavíkurvegi og á Akureyri. Tékkland, ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Laugardagskvöldið 12. maí. Valsheimilið. Tryggðu þið mið á tix.is í skemmtilegasta partí ásins. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólavörðustíg 18. Gleddu bragðlökuna með hollri og góðri orku frá Ginger. Ginger, be good to yourself. Dvergarnir eru framleiddir eftir gæðakröfum fagmannsins. Við framleiðum lausnir. Íslandshús.is. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum konum með góðan gestingastúdíu. Nú verð ég bara að spyrja, þátturinn að verða hvað 7 ára, hefur þú komið áður, Dóri? Nei, ég hef komið einu sinni. Já. Það? Já, ég kom einu sinni, en síðan hef ég, þegar þið hirti mér í síma líka, sko. Já. En eins og glöggir hlustendur að þá er Dóri DNA mættur og verður velkomin. Kærlega fyrir maður, heiður að vera komin, loksins. Já, bara heiður að fá þig. Lengi von á einum. Út sömmur að sjá í bleikri, stuttri skyrtu. Leðilt að þetta sé ekki sjónvarpsþáttur núna maður. Já, við lítum ekki allir frekar vel út núna. Já, þetta mætti alveg verið í tífi. Við lítum rosa vel út. Erum við ekki allir fínir það? Já, það er engin með ljótuna í dag. Líka með hróðalega handleggi. Já, og fyllir vel út í skiptuna. Ég veit það, ég elska að kaupa með dót sem er svona aðeins og þröngt. Þannig að byssudrami séu bara, þú veist, bjú. Þú ert orðin ekkert liftingakall. Þú ert alltaf að lifta núna. Já, þetta er, ég er dellukall, sko. Ég fer á kafi í alls konar hluti, sko. Kannski er það pílates næstu eða eitthvað, ég veit ekki. Ég fíla liftingarnar ennþá, sko. En fyrir þá sem eru að lifta þarna úti, sem eru nú heldur margir, getur þú farið bara hratt yfir hvað átt að taka í hverju, bekkur? Sko, ég er að taka back 185, beig 200, dead 200. Og svo Egil sáttur? Já, bara hörkuþyngdir. Hörkuþyngdir og já, meir inn í beigju. Og hann er ekki búinn að lifta mjög lengi þannig séð, sko. Er þetta dæl í þig? Nei, ég þor ekki að dæla í mig, sko. Nei, en það er það vitleisa, eða ekki? Ég er þetta alltaf sagt að segja metnaðarleysi. Já, það er inni, sko. Ég skilst að ef þú ert orðin eldri en 35 ára, hvort þú þetta liftið ekki og ert ekki að dæla í þig, þá er bara eitthvað að þér, sko. Nú er það. Þú ert bara að verða af svo miklum lífsgæðum, þetta smá testa í þig, sko. Testur er fyrir að droppa til 35, þá það bara... Ég myndi ekki þora, ég er nógu slæmur í skapinu fyrir, sko. Þú varði ljúfur á þessu, sko. Þetta myndi alveg róast. Já, ég myndi slaka á. Þetta er hróðalegum bodybuilding anda, maður, ég er að fíla það. Þetta er... Keðju líka, sexy keðju. Já, með svona, þetta er endur ekki, þú ert ekki með rapparakeðju, Dóri, nú ertu gammal rappari. Þetta er svona ítölsk, svona hlýrabólakeðju. Þetta kostar í síðan þessi keðju, hún kostar peninga þessi. Þetta er svona hérna, þetta er alveg smá peningar í hérna, það er búin að skjalla mig svo mikið, ég er alveg bara... Þetta er það sem við gerum við gestum okkar. Hún getur bara að rappa aftur og baka út og við klárum En þá er það máluna, það er með Ísland. Já, við þurfum að plugga fyrir kallinn. Við þurfum að plugga fyrir kallinn, við erum sem sagt svona... Í fyrsta skipti að fara úr kjallaranum yfir að prófa að enda þetta stóran máta sem er í raun, þetta er bara svona íslenska útgáfan af því sem bandaríski grínist að gera. Þeir eru svona túra litla stað út Þetta er Netflix þáttum Þetta er special. Já, semið, svo ertu komið alveg fullkomið uppistand, þá ferðu og tekur upp í stóru sal og selið á Netflix og þetta er raun bara það sem við erum að gera, fara með þetta í háskólabíó til að prófa aðeins. Verður þetta mynda? Já, við látum mynda eitthvað á sýningu, sko. Hvar það endar sjáum bara gæðum myndefnisinn, sko. Það er bara einn stöð 2.
Það er bara, nákvæmlega Þannig að fólk getur farið og mætt á í rauninni bara fullmótaða með Íslandssýningu sem búið að vera í slípun Já, í og menn, 60 það hafa verið samningaviðræður í gangi því að menn eru svo æstir að fara á stórt svið að menn hafa leyfið til að kafa í gullkistuna, sko og sækja 1 bit Eitt gamalt bit, en ekki meira En voru menn pirraðir í miðjum bara alveg hreinskilununa eftir að Ari, hann nú voru með fullan sal í Háskóla Bíó rétt fyrir sýningunni Voru menn pirraðir? Var celebrity beef hann inni? Ég náttúrulega, þú veit hvernig ég mér líður alls konar, svo fær ég bara rektina og tekið út Tegst þú ekkert að því kassi, eða? Nei, hann má segja það, ég hef ekki fengið rétt að því Veitu hvað, Ari var bara búin að vera með þetta í maganum að gera áramótasýningu og Þú veist ekki hann miðasalan á okkar sýningu droppar, þá borgar þú mismuninn og svo seldist bara meira á okkar sýningu þannig að hann er bara en Guð blessan og þetta er geggjan hjá honum þetta er farið að setja mig í jólaskap Það þarf að gefa Ara, hann er með þetta maður Hann er með þetta, ný komum frá Ástralíu núna Já, sá hann einhverju viðtala sjónvastu ég bara, shit, hvað er þetta? Will Ferrell hefur verið í maður er bara, við erum nú bara að taka á því í Kópavoginum minna Þú mætir eftir lífið blöð Er hann að lendi í ykkur Chappelle-dæmi bara verið að rukka 50 skall fyrir klippingu af því að það er nóg til Nei, ég held ekki sko Ég held að þú veist, það er ef eitthvað komist að ykkur í gegnum vinnátt okkar Steinþórs er sko að fólk sem er ríkt er ekki ríkt af því að hátlauna það er ríkt af því það borgar ekki fyrir neitt Þetta er ekki flókið Steinþór lappar inn í Elko og þeir eru bara að leysa hann út með popvélum Þú sagði þetta um daginn, þú helst ég hef bara verið að fá okkur að þvottaður fríkt Ég veit það vilja allir gefa það hluti Nei, það vill ekki gefa Það er svona prí-áhrifavald að dæmi sko Hvað er það marga sýningar hjá okkur félagunum? Við erum með 2 á morgun eitthvað örlítið til að miðum í á tix.is bara á klárum plöggið örlítið til að miðum annarkvöld ég veit það samt ekki en það er eitthvað til næstu helgi og þá erum við tvistar á föstudeginum einu svona laugardeginum og svo er þetta bara búið og allir færi sumarfrí og skýti í sig sko þannig að þetta fyrir á tix.is og köpa með já en ég fokkin hata þetta veður sko gott fólk vil ekki fara í uppistand þegar það vil fara að grilla og fá sér litt kaldan eða fyrir út að borða og kíkja svo sýningu já grillar hellir í þú þessum sýningu það er flókið já ok en þetta er mjög einfalt Þetta er bónleikandi Hann er alltaf að taka backpressu á sviðinu Lélasta hugmynd sem ég hef heyrt Nei, bara ég er samt með byrja kannski sjóið þannig bara hendir þungan back Já, það getur sínt eitthvað myndband ég er samt með mikið efni hvað ég er orðið massaða núna að því, þú sér bara þetta er ógæst skiptan er að springa utan Ég þori ekki að standa beintunni fram að því ég er svo hræddur að fá tölu í auga Ég veit það, þetta er alveg ég ligg bara í bílnum kom ég inn í sturtuna á sporthúsinu og ég kom að gasmann og hann var þar og hann var bara í fullri vinnu við að vera massaðar þinni, hann bara satt bara Ég hef aldrei séð gasmanni lifta en hann er ekkert eðlilega massaðar hann mæti út í sporthúsinu og hann bara ráar Flotta líka með hann er líka clean Herðu, ætlum að fá lag og svo hendur við Dóra hraðaspurningar Máltíð á Snæland á aðeins 1290 krónur. Já, 1290 krónur. Það er okkar besta verð, alla daga, alltaf. Komdu og fá þér ost, bacon eða luxusborgara með frönskum og ísköldu gósi. Snæland, Laugavegi, Reykjavík og Núbalinn Kópavogi. Í kvöld opnum við Pepsi-deild Kalla. Fyrsta umferðin er að hefjast. Nú mætum við öll og styðjum okkar menn. Koma svo! Pepsi-deildin. Það er 150 miljónar risapottur helgina. 1x2. Við tippum. Velkomin í HR. Opið er fyrir umsóknir í meistarnám til 30. apríl. Sjó.is kynnir Guns N' Roses á Laugardalsvelli 24. júlí. Ekki missa af Guns N' Roses á stærstu rocktónleikum Íslandssögunar. Miðasala á sjó.is. Það er opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni og Hagkaup Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Eiðistorgi, Spönginni og Akureyri. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Vorið er
komið í Signature húsgögnum. Öll útihúsgögn á tilboði til 1. maí. Signature húsgögn, Askalen 2A Kópavogi. Þú færð Erecton Testosterone Booster í vaxtarvörum. Málingar og réttingaverstaði sérflokki, vönduð vinnubröð og góð þjónusta. Bílar og tjón, Skemmuvegi 44, Kópavogi. Kannski dagurinn í dag, dagurinn sem þú byrjar á pallinum og ekki gott að byrja í bíkó. Þú getur fengið þér venjulegt kaffi, svo getur þú fengið þér gott kaffi. Te og kaffi. Hauti, Steindi og Gils. Alla föstudaga, 4-6 í FM 95 Blö. Já, komið sælir kæru hlustendur, þið að hlusta á enga aðra en gleði góðsana hér í FM 95 Blö. Hvað segið þið gott? Hei, gamli Það er fáralega góð. Já, Sæli kynning. Það svona, hann breytir röddinni eins og ég vil að maður gera. Maður verður að vera með útvarpsrödd, sko. Hann tekið ekki markaður, sko. Valli sportstæði við Egil þegar hann var að vinna í honum í útvarpinu og það brosaður og talaði því að það smita til hlustenda. Já, er það? Já, hann átti alltaf að vera Tala brosandi. Oft sér maður svona lið á rúf sem maður ekki sem að hlusta á í 20 ár, sé smetta á þessu lið, maður bara, jöi, skil vel að það er fallið í hér, maður. En við ætlum að henda hraðspurningar, þetta áður fyrir mér hraðspurningar, þá var Egil að segja okkur hvernig maður hlusta lagið. Þú fórst einhvern mann til hans og sagðist vilja líta út eins og The Rock. Já. Það er svona saga. Það er svona saga, 2006. Það sagði bara, hvað markmið ertu með? Ég vil vera eins og The Rock. Hvað er að gera? Jótart markmið. Og hann að nálgast þetta. Þetta er 12 ári síðar og við erum ekki alveg það, en við erum á leiðinni. Klárt. Herðu, hraðspurningar, þetta er ekki flókið orðið, þú hreinsar hugan og svarar það fyrsta sem þið dettur í hug. Ok, er fólk að loka augunum fyrir þetta? Já, gera oftast, sko. Ok. Bara alveg hreinsa hugan, getur ekki svara rétt og getur ekki svara villust. Tilbúin. Já, ok, hann er ready. Hann er með lokuð. Já, sorry, ég var svo tilbúin, ég var á sveif, sko. Þá byrjum við 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. E.T. Uppáhaldsmatur. Saltkjöt. Uppáhaldslið í ensku. Huddersfield. Í hverju sefuru? Nærbúsum. Hver er fyndnastur með Ísland? Bergur. Hvað drekkur á djamminu? Allt. I like that. Kjá svo var. Hvað kekir í þér? Eldur. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Það væri. Hefurðu skitið í þig á fullorðinsárum? Já. Er það ok? Ég gerði það bara daginn, sko. Ég er ekki sjárið daginn, sko. Hvort myndir þú sofa hjá Rollu og enginn frétti það eða ekki sofa hjá Rollu og allir halda á að gera það? Sofa hjá Rollu, nei, að sofa ekki að allir halda á að gera það. Myndir þú taka það? Já. Það er líf. Jú, þá var ég með hreint hjartaðið. Já, en það myndi allir halda það. Ég veit það, en það hjartaðið minnst að kosti, það er ekki að tala við það á nættuna. Ég hef alltaf sofið hjá Rollu. Alltaf. Já, er það? Já, nei, ég er það að horfinn væri komið, þá myndi ég að gráta svo mikið. Hefur þú hort á klám? Já. Leður eða latex? Latex. Hvað varstu gamall þú mistið sveindóminn? 13. Finnst þér út töf? Já. Ok, svo var spurningarna sem ég var búinn að spyrja það. Ok, við fyrir maður yfir þetta, drekkur alltaf djaminu. En þegar þú segjum og setja að koma inn á stað og eitthvað svona, hvað ertu bjórmaður eða fyrir gin og tónik? Veistu hvað, ég er svona gaur, ég er alltaf að fá ráð, ég tek ráð frá svo ógeðslega skrýtnum stöðum. Bara einhver segir eitthvað, ég bara, ég ætla að lifa eftir þessu. En svo einu sinni þá heyrði ég fucking Jón Ólafsson í viðtali við Viðskiptablaðið segja, ég byrja alltaf mótna að drekka lítra vatni. Ég alveg, já ok, hann ætla að vinna við að selja vatn, en ég ætla bara að gera þetta líka. Byrjaði eitthvað hátt að drekka lítra vatni sem bara... Þú ert á fullu í náttúruvín. Já, ég er náttúruvín, ég elska náttúruvín sem er svona rauðin, hvítin og rosavín sem er sérstaklega ræktað og bruggað. Ég dyrka það núna. En núna er ég komið með eitthvað eftir að pappis, ég hitt alltaf í Kríla júdó, þannig að Jóhann Gunnar Einarsson handboltamaður sem er í hann sagði mér ég fekk mér þessi gær, hann sagði, hvað varst eitthvað að fara upp á niður stegan í prósentum? Ég sagði, já, það finnur. Ég bara, hvað mennur það? Það mátt bara fara upp stegan, sko. Ég bara, hæ? Og núna er ég byrjað að gera það alltaf, aldrei niður stegan í prósentum. Sko, þú sagðir Huddersfield í ensku, ertu eins og Steindi, horfur ekkert enska boltan? Ég horf ekki enska boltan. Hvað voruð að gera sem krakkar? Við horfum bara... Þú horfðu ekki að fótbolta? Nei, ég horfði á NBA mikið sem barn og ég fylgdist, ég var svona Tyson-æði dæmi. Við horfum á box, já, við horfum alveg á fótbolta. Við spilum UFC og svona, og svo horfði ég svo mikið á handbolta, sko. Ég var náttúrulega Mosberg sem engin gat hitt í fótbolta, nema Steinþór, hann var góður í fótbolta á einhverjum árum. Ég er það enn, sko, ég er að spila með hvíta. En sko, í grunninn er ég sko Bayern München maður.
Já, ok, Andri Sigþórs verður ánægður það Kveikir í þið, það var eldur, ekkert eitthvað svona sem kveikir í þér? Jú, þú veist, kona mín kveikir í mér, þú veist, sem bara gott svar, en sko, það margt sem ærir mig, sko. Þú veist, þú veist, ég kom heim í dag og restingakonan hafði þrifið íbúðuna sérstaklega vel og ég fór bara eiginlega að gráta út af því. Mér fannst það bara svo rosalega fallega gert af henni, sko. Og að borða nesti ærir mig, það geðið gaman. Bara í nesti box? Að opna box og vera eitthvað. Það algjör, það svona Chris Farley í Billy Madison dæmi. Það smá dæmi, núna ærir náttúruvín mig að annarkottur ég nýbúin að sparra í hnefaleikum eða nýbúin að lyfta ykkur þungu og keyra í burtu frá æfingunni, þá setja ég á sama rapplægið með Nas sem heitir Stay Chisel og ég fæ bara svo alltaf geggja gæsahúð í hvert skipti, sko. Sko, málið þetta menningarþáttur og við reynum alltaf að hafa þetta á svona þroskuðu stigi, en þú hefur skipt í það á fullorðsárum. Við verðum að tala Steindi, ástæðan fyrir þú kúkaði þessu bara vikulega. Ástæðan fyrir spurðu þið að Steindi má segja þetta nokkru sem við þætti. Já, sko, ég misti út mér að Dóri hafi einhvern tíma sjartað. Ég var vitnin svona að því, mástu þú reifst utan að þér nærbuksunar. Það var geggjað, sko. Þú varst nýbúin að slýsast eitthvað að það var viðrekstur. Það var ekki, þú skeist bara ekki, það kom eitthvað með. Þú stendur upp og það festast í einhverju og það rifna utan að þér. Sko, þú ert að blanda tveimur sögum saman. Er það? Það var annars vegar skiptið þegar ég sjartaði og ég reyði á utan að mér og hendiði mér ruslið í bakari í Suðurverinu. Hvar hendur þau bara í ruslið? Ruslið á klósturinn. Þetta er eitthvað ógeðslegasta sem ég heyrst. Í bakari? Þetta er bara sleiðstráð. Ég var að gera eitthvað, maður. Þú ætlar að prumpa, en skeist óvart í því. Sjartaði. Málið að Dóri er stemningsmaður. Hann reynist um að reyka við þann þarf ekki að prumpa. Þá getur veit maður ekki hvað koma. Svo varstu að tala til ég gist í stúdíónu og var á nærbúksunum og vaknaði og þær flæktist og dveitust og bara svona, þetta var svo atrið, ég stóði bara ég var svo alveg kviknakið það er svona einni reyningu. Ég held að enda á þessum Dóri Sannur hefur að fá þig og við minnum á tix.is Bruno Mars og Cardi B með lagið Finesse hér á FM 957. Dóri DNA fara nú við þökkum honum kella fyrir komuna og minnum á sýninguna tix.is til þess að tryggja sig miða þangað og svo vil ég líka minna á Valur KR í kvöld á Hlíðarenda. Pepsi-deildina hefjast og að sjálfsögja í besta sætinu líka. Þínir menn. Mínir menn, það er sko, það er mikið KR alla daga núna, svo náttúrulega KR Tindastóll á morgun og guðni góð. Þú ert alltaf að mæta KR þessa dagana. Já, það er svoleiðis. En það er eins og að komin tími á dagskrárlið sem ég var hættastu við sem þætti og hann heitir, spurningakeppni Gils. Og það er oft gott að hafa Bettan með trailerinn undir. Svo skemmtilegt. Það er hressandi. En byrju, hvar er hann? Ekki taka þetta leikrit þitt. Hvar er hann? Veist alveg hvað hann er? Þetta með enn eitt leikriti núna? Nei, hann er leikrit. Ángríns, ég finn hann ekki. Jesus, finnur hann ekki? Nei. Finndu það nýja vinnu? Hvernig getur hlutindin þetta týnast? Þú hvað, ég læði mikla vinnu innan trailer? Já, hann var spilaður daginn, ég heyrði það. Þannig að verður bara, er þetta hér það? Er þetta þessi það? Nei, þetta er alls ekki hann. Nei, ok, þeir eru allir einskvortið. Þetta er bara geggjað trailer. Spilaðu þennan bara. Nei, við setjum bara betta þetta undir. Já, ekki bara byrja á þetta. Þetta er sko, konseptið er ég er svona, hver er tapsárari? Því að þetta er king of being a sore loser. Já. Konseptið sem við gerum með þetta. Ég er ekki nóg bjartsýnn fyrir þessa keppni. Það getur ekki verið að ég eigi séns í henni þessari keppni. Þú finnur ekki tapsárari mann. Er þetta eitthvað svona... En blöð? Já. Hefur þið hitt tapsárari mann en blöð? Er þetta... Ert það að fara að detti? Nei, ég er ekki að fara að detti. Þetta var basic spurningar. Ég byrjar að tengja tvo saman. Nei, alls ekki. Þannig að byrjum þetta bara... Let's get going. Það er mikið sem við þurfum að fara yfir en það félagarnir. Talaðu íslensku. Let's get going. King of being a sore loser. Bara, hver er tapsárari? Hefur þú keyrt tvisvar á Sauðárkrók, látið KR opnaði raskatið og keyrt svo heim í fílu. Ég vissi þetta. Þú gleypti trúð fyrir útsendingu og ég nenni ekki að standa í þessu.
Ég nenni ekki að hafa þetta svona. Þetta bara, þú veist það að Steindi gerði ekki. Ég nenni ekki svona að kæta þig, grínlust. Ef þetta allt svona, þá nenni ég sig. Þetta ekki allt svona. En þetta er bara spurning, hefur þið kert tvisvar og lent í þessu? Nei, ég trúi því ekki. Já, ég hef gert það. Hefur þið gert það? Það er punktur og blöð. Nei, þú varstu... En veitu, hvað kemur það málum við að vera tapsár? Þú fórst heim í fílu, ekki? Ekki fílu, Vertu alveg hreinskilinn. Hvernig var heimleiðin eftir síðasta leik? Segðu okkur bara. Ég talaði ekki 2 klukkutíma. Nei, þá ertu tapsásti maður sem við veitum. Þetta er stig á þig. Ég hef aldrei brunað inn í krókinn til að sjá káringa. Nei, blöðu geta tvisvar. Tvisvar, já. Það keiriði alla leið. Ég fór líka í höllin og horfði að vinna það með 30 stigum að vera bikarmeistarar. En það er sko, Steindór, ég ætla að minna að þú með 0 punkta. Það var fyrsta spurning, þú veist alveg hann fór ekki að Sauðárkrók. Hefur verið championship manager fram á nótt, tapa sérstaklega liðið fyrir ekki upp deild, brjálast, fyrir að berja sólstól í vegginn, þá getur mammaðinn kemur inn, reið. Er þetta svona grín? Nei, hvað mennur? Þetta er allt eitthvað sem þú veist, varst að tala, þetta ég nenni þess ekki. Þetta er svo aftalið. Þetta er bara basic spurning. Þetta á að vera spurningakefna sem við erum að keppa í. Þú veist alveg að Steindi ger ekki. Þú veist að ég ger þetta. Ég ætla að svara. Leifum Steindóri fyrst að svara spurningu. Málið það, ég hérna... Hvort varst að tala um Kös eða Svessa? Hver á svona fyndin að dæli þessu? Málið það, nei, ég get ekki sagt að ég hef einhvern tíma verið í manager. Nei, ég get ekki sagt það. Og tekið sólstól og brotið á vegg. Í miður. Punktur á mig. Hversu reiður varstu þarna? Já, mér pyrraður. Herðu, ég var 14 ára. Nei, ég var komin í Fjölbraut. Hvað, Ég var 17. Varst að brjóta stól á veggnum 18 ára gammal? Þetta er bara punktur og ekkert annað. Varstu sköllóttur þarna með hár? Já, með hár. Hvaða máli skipti það? Ég bara spyrja, þetta er bara basic spurning. Þetta voru eitthvað tutlur og eftir. Er alla spurningu svona? Nei, það eru ekki alla svona. Hefur þekktari CD skóplaður af flöskuborði og þú vorðið brjálaður? Þekktari CD? Býttu CD nú... Þú mannst alveg hvað er ekki láta að segja. Já, auðvitað. En já, nei. Þú varst að tala um að... Verðum að tapstára því eða? Já, þú veist, það er þreytt atrið. Jói Fél myndi komin og biffan og skóplaður að borðinu, sko, það verið mjög þreytt. CD var það ekki... Er hann þekktari CD en það var ekki Celebrity Dick? Jó, Celebrity Dick, já, það er CD. Ákveður þetta rifist upp? Ég þurfti bara að munna það sjálfur. Kannski einhver hlutum sem ég vissi ekki hvað við erum að tala um, hvað meðan með CD? Nei, það kemur ekkert óvart, það er ekki svo fólk að muna hvað við erum að tala um fyrir ári, en... og einhver frægari maður kemur og skóplar manni byrtu. Nei, ég hef ekki lent í þessu. Ógeðslega heimspurning áfram. Hefur þú lent í þessu? Tapsárið? Nei, ég hef ekki lent í. Hefur þau tapað í Blackjack í kasinói, orðið mjög reiður, ætlaði hraðbanka, en menn hafa þurft að stoppa þig? Já, það er punktur. Þetta er allt svona, hann setti einhverja eina gamlega spurninga þarna á milli, annars er þetta bara hann er að rakka mig niður í þessum lið. Leðilegt að spurningakefni sem ég var í. Ángríns, það er ekki eins og keppni, þú bara rakka mig niður. Hengu þér þá á þér? Nei, bara... Ég setja fyrir mig svo þeir að bara hangið í báðum löppunum og þú bara að reyna að draga áfram í stila. Það var nákvæmlega þannig. Nei, Svessi dróð mig bara upp á herbergi. Þetta er nú bara eina sem ég... Ég veit núna, vorst að tala um Svessa. Þú vorst núna reiður. Hefur þú stig á þig, Steindi? Nei, ég man ekki eftir því allavega. Það hafa verið dregin í bestu. Sko, ég er ekki að vera Steindi, ekki að vera það er svoleiðis verið að pakka það saman. Leðilegasta spurningakefni allra tíma, sko. Þetta er daburt maður. Hefur þú keppt fótboltaleik og verið það tapsár og fórst að grenja. En, twist, sko, skammast ég það mikið fyrir það að þú faldir upp bakur út og barði stein í hnéð á þér til þess að feika og blóðgar þig til að segja ég er bara að setja lag ég er bara að setja lag, það er bara þannig ég nefnir ekki að segja öllum á þeim nei, blöð þetta er ekki búið ég kom ná grænatakan er þetta allt svona? Nei það væri hægt að halda heilan félagsfræði kurs í háskólanum öddablöð það er bara þannig sko, þú er ekki, ef þú lendið þessu til þennan sko, málið það, ég ætla nú samt aðeins að bakka upp vinnminu þetta að ég hef grátið eftir ósigur punktur á hann en ég fór ekki að baka rútu að blóðga mig til þess að fela og ég var náttúrulega málið þetta voru ekki svona vælukjóa tár þetta var meira bara svona, þetta voru keppnistár það hefur komið fyrir mig sem þegar ég var ungur sko en hvernig þau punktur á því með þetta? Í punktinu þín í hittu já, það er punktur en akkur barður steinin niður af því að við töpum og ég fekk rautt spjald
og ég ætlaði að reyna að sýna þjálfaranum að gaurinn hefði sparkað í hnéð sem hann gerði ekki, þannig að ég tók stein og byrjaði að rispa með hnéði til að sýna það. Þetta er eiginlega fársjúkt. Ég veit það, þarna var ég 10 ára sko. Þetta var ekki fyrra sko. Varstu ekki settur að lifa eða eitthvað eftir þetta atriða? Nei, það vissi ekki næri. Varstu svona gæi sem, varstu vondu við dýr og svona sem krakki? Alls ekki, ég alltaf verið mikil dýr. Það var alltaf í orðin þar. Hefurðu brotið hurð heima hjá mömmuðinni þegar liðið datt út af meistarhlutinni? Það er komin tíma á lag, þetta er Camila Cabello hérna og þetta er vinsaldastöðunum, það heitir Havana. Ég var það aldrei lent í því. Nei, ég var aldrei lent í því, en það heldur ekki með henni lið þarna lúðin. Prófaðu Gömm, tannkrem, tannbursta og munnskól. Gömm, heilbrigt tannholt, heilbrigt líf. Boltinn í beinni á Tivoli-barnum Smáralið. 2 fyrir 1 alla daga frá 17 til 20. Tivoli-barinn Smáralið og Pepsi Max. Þær eru góðar þegar þú vaknar, góðar yfir daginn og svo sefur þú líka betur. Potturinn stefnir í 24 milljónir sem glæða þig allan sólarhringinn. Lotto, leikurinn okkar. Prófaðu hotdog style. Hann er nýr á matseðli. American style. Við komum og leysum málið. Kælikerfi í lagi eru orkusparandi. Kælivirkni sem er 5170900. Ertu ekki örugglega á hreinu að þú sparaðir 1000 kall á hvern miða í The Colorun ef þú kaupir þér miða í hlaupið fyrir 8. maí? Tryggðu þér miða í tíma á litríkasta viðburð ársins í boði Lenovo, Toppur, Under Armour og Krispy Kreme. Miðasala á tix.is. Sparaðu plássið og geymdu vetradekkin á Dekkjahótelinu. Ódýrasta hóteli landsins. En einn alltaf til staðar. Ferskur matur sem hressir þig við. Serrano. Fresh, happy, max. 3 fyrir 2 af skóm. Under Armour kringlunni, Altis bæjarhrauni og altis.is. Það er komið að síðari undanúrslitaleikjunum í Meistaradeild Evrópu og Stöð 2 Sport er með besta sætið. Real Madrid, Bayern München, þriðjudag klukkan 18:45 og Roma, Liverpool, miðvikudag klukkan 18:45. Ekki missa af besta sjónvarpi í heimi. Stöð 2 Sport, besta sætið. FM 95 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, við þakkum ykkur kella fyrir það. Sun is shining eins og við komum áður fram í þessum þætti. Styttist í Jón Jónsson og fleiri en Egill, þú varst að segja mig, hvað varst að spotta á netinu? A mushroom er á Tinder. Sko, þetta er ekki sveppi. Það er náttúrulega, sko, strafga, þetta eru stór tíðindi. Það er ótrúlegt að þetta sé ekki bara búið að vera í öllum fjölmiðlum. Sveppi, fjölskyldufaðir. Hann er giftur með 3 börn. Hann er á Tinder. Já, hann er á Tinder. Þetta er ekki, náttúrulega, þetta er bara mynd á hann sem að... Já, ég myndi mynd að mushroom. Já, málið það er mynd á hann að það. Ég var að skoða þetta í agli. Þú þarf til að setja myndina núna bara á Twitter, Egill. Þannig að fólk fatti... Ég er með myndina, ég hendur inn. Hún heitir Josie. Hann heitir Josie og er 19 ára. Og vinnur í bónus. Stendur það að sé að vinna í bónus? Það stendur bónus allavega hana. Já, ok. Nei, það er þarna, hann fekk bara eitthvað svona bónus-like. Það var ekstra graður eitthvað þannig. Málið það, sko, þetta er náttúrulega ekki, þetta hefur verið spottað. Það er bónus-like eða ekstra graður. Já, ég meina, þú veist, ég þekki þetta. Og sér líka myndin af honum, það er eins og hann sé bara, eins og hann sé nýbúinn á hámarki á þessari mynd, sko. En sko, í fyrsta lagi, ekki það, Sveppi myndalegu maður og bara... Þetta er ekki besta myndin á honum. Nei, ekki besta myndin á honum, en... Jú, já, kannski, mér finnst bara svo skrítið að þú ætti að fara, okkur eru ekki með mynd af, ég veit ekki, Fjölnir Þorgis eða eitthvað, okkur eru Sveppi. Ég held að þetta sé Sveppi. Nei. Málið það, hann lítur... sem að sé að ljúga en sé 19 ára. Það sé Josie og sé 19 ára, það er náttúrulega fertug, sko. Það sem er svo óþægilegt að horfa á þessa mynd, ef þú ser mynda Sveppa, svo serðu Josie 19, sem 19, þú veist, þetta er svona strippparanafn, hann er 19 ára og málið það, hann er alveg rakar þetta sem hann er ekki átt, hann er alveg skafar á myndinni. Það fyrir að ná að vera 19. Já, svolítið bústir í framann og ef þetta væri í alvörunni 19 ára gæði, þá væri þetta svona, þetta var allavega einhver manneskja sem væri búin að vera mikið á, svona búin að vera livjum lengi. Svona spöllandi keislu. Ég er nokkuð sem að þið eru að miskila þetta. Ég held að þetta sé hann, við þurfum að ringi hann, við þurfum að ræða það. Já, að tjekka á hann. Já, það var okkur að svari. Þetta er náttúrulega aldrei hann. Hann segir sér basically sjálf. Þetta er akkur aldrei hann. Hvað heldur hann sé að kalla sig Josie og sér 19? Það myndi allavega að segja hann væri... Hver veit hvað hann er að bralla ykkur stær? Ég meina, þú veist, en...
Ég skil bara ekki hvað mynd hann tók á sig. Þetta er bara þekktu samskiptamiðill. Já, Tinder. Ákveð eftir hann er náttúrulega giftið með 3 börn og vita allar Íslandi hver hann er. Hefði hann ekki alltaf sagt líka 33 þá? Já, það var 35. 19. Krull. Halló? Sveti. Já. Sælun eru út í beinni útsendinguna í FN95 blöð. Ertu á dollinu það? Nei, ég er bara að ganga frá bröðrist. Ertu að? Ég er að ganga frá bröðristinni. Ættu ekki voru ekki bara ræða þegar allar hætti í bröðuna? Já, þú er það líka. Ég heyra það brjála að gera þér. Þú ætlum ekki að gera á föstudegi hér, bara ganga frá bröðristinni og... Nei, ég tók mig frí í dag, sko. Ég er búin að vera á hauga frá vikuna. Því líka luxus eða þú getur bara verið á föstudegi að ganga frá bröðrist, sko. En við þurfum að tjekka eins á þér hvort eigum að kalla þið Svepp eða Josie. Hvort kallar þið þessa dagana? Svepp eða... Josie? Josie? Ég vissi ekki að væri svona helviti graður. Við erum Josie. Sveppi, kannast eitthvað við Josie 19 eða? Kannast ég, nei, hvað? Nei, superlæka því þú takk graður. Come clean, þetta er bara við félagarnir. Hvað er það að segja? Það er rugglega ykkur núna. Þú ert á Tinder. Þú ert á Tinder á að vera að senda allir myndaði screenshot sem einhver félagans var erlendis og rakst á og þú ert Josie 19 sko. Og það er mynda þér. Á Tinder? Já, þannig við vorum að spá í, er þetta einhver að reyna að fá að, á brottin sem þú eða ert þetta þú bara þykjast vera 19 ára þú ert erlendis? Ég er ekki á Tinder, vilsingurinn. En það er mynda þér hann, sko. Hvað myndir að mér það? Hún er nefnilega, þetta er ekki besta myndin sko. Nei, ég er ljótt að segja Nýbúin að raka þig og svona brosandi svona... Með fullri virðingu fyrir þess þá held ég að segja ekkert bullandi trafík á þessu reikning sko. Það er satt, hann er hot celebrity sko. Já, en ekki úti Sko, CD fær meiri trafík en venjulegi menninni. Ég get lofa þér að þessi Josie er búin að gera niður þessi. Það er 100%. Ég er að sjá, hvað er Er það bara erlendis? Ég skildi ekki, ég skildi ekki. Nei, Steindi var að setja þetta á Tinder, hérna á Twitter, að nú getur síðan myndina, Josie 19. Josie 19. Mér finnst þú lukka 19 á hana, persónulega. Þú lítur út eins og þessi nýbúið að gefa þér eitthvað skúfuköku sko. Þú sést svona kannski vitlausir frændi sem fara að fylgja með sko. En þú vilt meina að þetta sért ekki þú? Vissur ekki af þessu? Nei. Hvað held ég væri að halda svona lindu? En settur ekki myndaðar og þóttist vera Josie? Nei. Ef þú myndir setja myndaðar á Tinderinn Sveppi, þá væri þú samt alltaf Josie 19. Herri, ég er að sjá þetta hérna núna. Nú er ég að skoða þessa mynd. Veistu hvað myndið þetta er? Hvað? Þetta er mynd sem er tekin á algjör Sveppi og einhver bíómynd. Þú ótti náttúrulega að vera krakki þeirri mynd. Þetta er svo fársjúkt á mörgum levelum alltaf hann. En máli ég er ánað með þess ef þetta er ekki þú, Sveppi, svo við lítum út fyrir þetta er ekki einlega hver annar segir hann. Að velja þig vel rakaðan þurftu alltaf að vera 19 ára. Og ef maður er fúlskeggjaður, það myndi aldrei virka. Ef einhver er það, ógíslegur að hann þarf að nota mynda mér að leika batn á Tinder, hvernig þetta gæn lít út? Ef hann er ekki að grína, sko. Ég held að það sé brjála að gera á þessum gæja. Við ætlum bara að tjekka, hvernig virkar það? Og bara fara á Tinder og gera neyru, þetta er mjög einfalt. Við heyrum þér. Bæ, hann þóttist ekkert kannast við þetta? Ég minnst að ég held að hann hafi verið að ljúa. Já, ég líka. Ein spurning í lokin, ef þið ættu að vera á Tinder sem eitthvað annan nafn, hvað væri nafnið ykkar? Var það Matthew hjá þér? Já, Matthew. Ég var ekki Anthony eða eitthvað. Já, frábært. Það var kannski geggjurspurning. Geggjurspurning. Mentalið, er úti mentalið? Er þetta hljómsveit eða er þetta söngvari? Ég þekki það ekki. Tvíegi? Næ, ok, frábært. En það styttist í Jón Jónsson, hann er á leiðninga, Jan Jansen, en áðurðið fáum Jón Jónsson í spjall. Já, Rikki líka, þú ert í beinni útsendingununa, Egil, sestu. En hvað er þetta að fara að bjóða hlustendum upp á? Sko, Rikki G og Jón Jónsson voru að labba þetta inn saman. Rosalegt, það er bara eins og Jón sem er umbóðsmann sem er í rándýrum frakka sko. Ég hef aldrei að Rikki getið labba eins og harðfisk hvernig við labba henni inn. Ef ekki bara fá John beint í spjall fyrst hann er kominn. Tiltu þið John? Já, hvað er það? Hvað segir þú? Ekki leti. Hvað segir John? Hvernig ertu? Ég er ótrúlega feskur sko. Lítur vel út í dag. Þú er komið blöðklippingu. Já, ég taka hún á mér.
Wow. En þetta var fyrir vídeoið. Þú ert bald. Þetta var að raka hárið af þér. Nei, sko málið, hann ekki bald, hann snóður. Ok, maður spyrja, líður þess að piece of shit, John? Ég bara spyrja þig. Nei, bara spyrja, líður þess að piece of shit? Sko, hann ber þetta vel. Fyrst var þetta steikt, sko. Líður þess að piece of shit fyrst. Núna finnst mér að vera svolítið grjótharður. Ákveður ættu að líða þess að piece of shit? Ég bara að spyrja, Blöð, hvort hún líður þess að piece of shit? Ok, finnst þið það bara allir sköllóttir? Eiga þeir bara á þeim að líða eins og þessu piece of shit? Nei, en máli að, þú veist, það ekki allir með breytt bakskilur, við þurfum að spyrja hann. Breytt bak, hann bara snóður og fær hár aftur. Ég sé til dæmis núna strax það sem Blöður gerir vel. Þú með sama tann yfir, skilur. Ég svo hvítur hérna ofan, skilur. Það að því ég búin að vera sköllóttur í 13 ár. Já. Heimska flóð. Hann gerir þetta betur en þú. Þú voru bara að henda þér í sóluna. Það er sunshine. Að gera það, sko. Nýtt, þetta var gert fyrir myndbandið. Já, ég veit það ekki. Ég komin eitthvað langt í húmor, held ég. Maður fannst eitthvað fyndið að vera með eitthvað. Já, ógeðslega fyndið að vera sköllóttur og... Hann var ekki sköllóttur. Hann var verið svo bara... Hann var svo Ómar Ragnarsson. Hann var svo flottur Dr. Phil, basically. Hann var með sömuklifingu. Nýja lagið Dance With Your Heart. Yeah, baby. Nýjasta lagið frá okkar manni. Hvað heldur þú? Hvað heldur þú? Já, bara... Ég sé þið dansa líka, Blöð. Já. Dansa með hjartanu. Ég dansa með hjartanu. Ég ætla að ganga það langt, John, að segja að þetta sé þitt besta lag hingað til. Þetta er svo vaðilegt. Já, þetta er rosalega. Við ætlum að spila þetta. Við ætlum að plata jafnvel til að taka það bara á gítartum, sko. Getur við tekið acoustic? Höndlaðu það? Hann getur gert það svona sýnist, sko. Getur við fengið eitt auglýsingarlið? Ég vissi ekki... Já, við hafum rættir. Við ætlum að byrja... Engar áhyggjur. Við ætlum að henda okkur í Sturlar staðarindir. Þú mátt hlusta og vera með. Preppa það bara með það er ekki þessi. Ok, það er ein sem er kjaftaðinn. Þið þekkið það. Þetta er Sturluð eða hrossaskítur. Fattar þau? Það er ein sem er hrossaskítur. Það eru 6. Og ég tók þetta í dag því að ég var inn á nokkurnu síðum og ég fann marga skemmtilegar. Fyrsta hérna, hún hefur komið fram áður þannig að þið vitið að hún er sönn. En mér finnst þetta bara svo magnað. George Clooney gaf 14 bestu vinið sínum $1 million. Einmitt, í svona svartir skjálatösku bauð með mat og 100 milljónir íslenska krónur. Sem mér finnst þér að níska að hans hálfu. Nei, þetta er rosalegt. Hann gaf $14 million. Já. En hann ásamt sko á hann ekki 1 B. Hefur þú gefið viniðinum einhvern tíma pening? Málið, þetta við gefið viniðinum. Ná, hvað viniðinum? Það hefur gefið mér neitt. Það er að tala að borga kannski einhvern mat eða eitthvað drikk? Nei, gefa pening. Að mæta til þið með skjálatösku. Þú ert nú ekki að lepja döðun og skel, sko. Nei, ég er ekki eini vinniðinn. Nei, sko, ef ég ætti vinn sem ég bara var á götunni á myndi ég alltaf... Vinnir hans voru ekki á götunni, hann var bara actually að pappa. Alltaf fram, síkot leður, hvert allar er með þessu? Ég ætla ekki með þessu. Þetta er fallega gert og það er margir sem eiga peninga. Já. Þetta er haldið og fast. Jón, heldur þú fast í peningana? Ekki fara þær í áfengi? Hann lætur að regna, ég sé það. Já, ég er einmitt bara vera bara dæla í liði sko í kringum mig sko. Spóli Baldi, þú eigðir ekki króni áfengi, þú lítur að eiga $1 billion. Já, grís, í hverju eigður peninga? Ég þarf að regna þetta svona út. $1 billion. Hann gerir allt annað sem fólki, hann ferðast, hann þarf að borga reikninga, hann þarf að gera... Já, en hvað kostar hann að ferðast? Alkohól? Það er ekki flugið og hótel. Það er með 2 börn. Þú hlýtur að eiga $1 billion, Sjón. Ég reyndi að teka undir það því miður, ég vil ekki hljóða með svo okkur fyllivita en ég vil ekki sjá töluna sem ég er búin að eyða í brennivinn. Nei, ég vil ekki vilja sjá hana. Sjón er ekki bara það, heldur allt dæmi í kringu það líka heimskar á hvar hann er Segðu Það eins og við séum alltaf bara litlandi bílan Það áfengið svo mikið sko Svo vaknar daginn eftir og þá drullar á því í mataræðinu Sjón lendir í engu þessu. Nei, hugsaði What a man. Nei, við skulum nú ekki fara eitthvað. What a man. Þú ert ótrúlega. Þetta er gaman. Næsta, fiskar glíma við þunglindi. Allir fiskar? Nei, bara fiskar geta fengið þunglindi eða bara glímt við þunglindi svo við Lax eða lúða eða Hvaða fiskur er þetta? Allir fiskar. Allir fiskar? Já. Hvað minnur, er þetta að tala um að gullfiskur, lax eða lúða geta allir fengið þunglindi? Þú veist, ég held að fínt að vera lax í fallir á, mér myndi vera ekki þunglindur við því. En það er kannski ekkert spes að vera þorskur til dæmis að ég var þunglindur við. Svo serðu líka fólk sem að býr í makríl. Ég er þunglindur við makríl. En ég er ekki þunglindur í lax. Nei, en serðu þess að svo til fólk sem býr í bara að tekja eða villu og á nóga peninga þess að þunglind. Líka fiskar sem gera það. Já. Sem eru búin að tekja ég veit að peningar eiga ekki cash fiskar eiga ekki cash en út lax og þetta er svona falleri Þið veitir að þunglindi er aðeins flóknar en það að vera bara eitthvað gæi í fílu það geta allir fengið þunglindi. Já, ég veit það. Og líka fiskar. Og fiskar líka. Nefnir þess að kjafta. Já, ég strákar. En er eitthvað svona skamdegistæmi þar, þú veist, eru þeir svona, já, væntanlega, kannski stundum svona svamla upp á svona sól eitthvað, svo er engin sól og þá er eitthvað, erfitt. Það er 100%. Verða leiðir í korter, já, bara eitthvað fúll
sjóbyrning? Þeir fungar eftir veðri alveg 100%. En sko, ef það er gullfiskur með þunglindi, þá gleymir hann því eftir 10 sekúndur. Já, það er þetta mjög gott að vera gullfiskur með þunglindi. Þú ert ekki þunglindi blöð, þú ert 12 milljóna bíl. Ég er bara að benda á staðarinn. Kengurur eru með 3 vakínur. Ég held ég ákvæmst bara að segja vakínur. Vakínur, hvað er þetta píkur? Kengurur með 3 píkur? Þetta tala um vagina. Já. Það er miklu verra að segja vakínur heldur en þetta er að perralasta sem ég hef heilt á aðeins. 3 vakínur. 3 vaginas. Ég tók þetta bara lengt. Það stóð ekki kangaroos and 3 pussies. Það má segja tipp og píka, sko. Ég veit það alveg. Mér finnst þetta bara ekkert ákvæmst. Hvað er þetta texta svona í bíómynd? Eitthvað svona vakínuna, eitthvað, má ég sjá vakínuna? Já, það er eitthvað dónakatt sem væri svona eitthvað setnivakt, sko. Að texta þættina. Ég En getur kengurur ólétt í öllum þessum þú kallar þetta vakínum? Eða getur einn svona partyvagína sem getur bara það vilt ekki vera ólétt? Partyvagína? Já, þú veist. Ok, þetta var ógeðslega. Partyvagína? Hvað er að gerast í partyvagínu? Það langar ekki eignan skrisling og síðan ertu kannski búin að finna eina rétta og þá þá er það þessi vagína. Ég veit ekki, ég fór ekki að stúdera kenguru, sko. Þú komst með þessa setningu. Kenguru sem er 3 vakínu og það er orðið. Þannig að það er bara, ef hún er í fíling og svona og ekkert vesen og vill bara svona skemmta sig, þá er partyvagína en svo er líka svona eitthvað svona getur fjölskylduvagína. Svo mígur hún. Já. Ég sko Þetta er mjög spil. Þetta er að háum standardina hjá okkur. Gott að fara næstu núna bara. Ég hugsa ég gíska að þetta getur verið bullið, sko. Það er næsta, þeir sem fengur bíl hjá Óperu munið eftir You're getting a car, you're getting a car. Þegar hún misti vitið. Allir sem voru í salnum hjá Óperu þegar hún gaf bílana þurfti að borga $7,000 eða 700,000 kall í gift tax. Það er skellur. Þannig að hún var að gefa fólki Hún var að gefa fólki bara vesen. Já, menn þú gaf þér einhverja bílleikla 2 milljóna bíl og það borga 700.000. Það var að kjafta þessu á efinn eirt. Já. Skellur. Þetta er alltaf að maður horfður á klippuna núna og sér þegar hún financial advisor, Jan, finnst þetta ekki kjafta það? Þetta er algjört bullshit. Það eru 2 eftir. Það er fólk sem meig niður. Það ætlar að vera Peppa og Óperu og svona 700.000. Já, það er fólk sem meig niður í setti, sko. Meig niður? Já, bara dropað úr því. Það er meig niður. Það var fólk sem You're getting a car. You're getting a car. Meig niður. Fólk skalf. Það bara kom pollur í klófið á nokkur fólki að það. Meig niður. Það þarf að borga 700 skall. Þetta vissum að þetta segja bird. Meig niður. Maður segir meig niður. Ég veit það meig niður. Jú, þú segir það, ég meig niður. Nei. Það segir það enginn. Nú hvað, segir maður það frekar bara 3 vakínur. Er það þægilega? Já, meig niður, þá hnígur þið niður og þetta mikið leið. John, nú þú respected financial advisor. Hefur þú heyrt meig niður? Að míga niður? Hvað segir maður þá? Ekki í fjármálageranum. Það er enginn að míga niður þar. Það eru 2 eftir. 30% giftra elska gæludýri sitt meira en maka sinn. 30%? Ég hefði haldið að þessi prósent að væri hærri, sko. Er það málið, eða? Já, minna, þú er búin að gifta. Elskar þú pullu meira en Sigrún? Nei, ég myndi þú er búin að gifta. Hvað heitir þessu ógeðslega hamsturðið núna? Jóhann Berg. En málið er það, sko. Jóhann Berg er að lady. Þú þarft að spurja mig. Hann fattaði það eftir að hann skýrði hann Jóhann Berg að það halda líka allir þessi skýrður eftir fótboltagæðinu, sko. Hann er skýrður eftir, sko, Sinas Pétur Jóhanns af því að þau eiga hund sem heitir Ronja. Það er málið. Þannig var það til, sko. Eins og dóttir þín. Já, en málið er það, strákar, að sko, ég held Nei, þetta er frábært þau. Við erum að fara tíma hérna, sko. Það er ekki, hvað er ykkur tími? Hvað er ykkur með byssu inni að segja okkur að drífa okkur að tala hraðar? Er þetta ekki bara eitthvað lag sem býða en þetta er tími, við erum bara að spjalla saman, bara fullandi menn. Sko, málega það. Ég er búin að gleyma spurningunni. Það var bara 30% giftra elskar gæludýr sem meira en maka. Þú voru að spyrja mig þess eftir svona 20 ár. Því ég held að þegar þú ert búin að gifta einhverju maka í svona yfir 30 ár, þá held ég að geti dýrka dýrið eitt meira. Síðasta, Andre 3000 segir All Right 14 sinni í röð í laginu Heya. Herðu, hvað af þessu var kjaftaði? Byrja á John. Ég er bara vakinu vagninum, sko. Vakinu vagninum, Rikki, þú ert út í hotni. Hvað segir þú?
Ég ætla að segja... Hann var mér hrifinn að partyvakinunni, hann lítur að segja það líka. Partyvakinunni, ég ætla að segja Óbrá og bílarnir. Óbrá og bílarnir? Ég ætla að segja að 30% elski gæludýr sér meira því að ég ætla að segja fátt verið þessum heiminn þegar að makiðin fer. Og þetta er horse manure. Já, ég ætla að vera sammála Rikka og segja Óbru. Það var Gilsarinn með þetta, það var ekki 30%. Ég með þetta. Vel gert. Hér eftir smá stund, John Johnson ætlar að taka lagið nýja Acoustic fyrir okkur. Er kvef að hrjá þig? Fáðu þér Sterimar nefúða til að losa stíplur og láttu þér líða vel. Sterimar fæst í öllum apótekum. Það er rigning í kortunum. Ert þú klár? Reykjavík Raincoats. Sýrusson skrifstofuvörur. Mikið úrval gæða skrifstofuhúsgagna á frábæru verði. Sýrusson síðumúla, sýrusson.is. Alltaf með lausnina. OMG, matseðlinn á grillhúsinu, maginn á mér ýlbrar, #himnaríki, #valkvíði, #geggjað. Grillhúsið, ómótstæðilegur unaður. Regluleg umhirða og viðhald hækkar endursöluverð bílsins þíns. Við þjónustum Volkswagen og Skoda. Bílsson verstaðið Kletthálsi. 3 fyrir 2 af skóm. Under Armour kringlunni, Altis Bæjarhrauni og altis.is. Karamellu súkkulaði með lakkrís og karamellu fyllingu. Hversu mikil karamella er eiginlega í því? Karamellu perlustykki er glæný viðbót við lakkríslínu Nóa Sirius. Næstum og gott til að vera satt. Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í nútímafræði til BA-prófs. Fræðigreinin varpar ljósi á sögulega og menningarlega þróun samfélagsins sem við búum í. Kynntu þér nútímafræði á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Það er komið sumar og er ekki gott að byrja í bíkó. Það er komið að síðari undanúrslitaleikjunum í meistaradeild Evrópu og Stöð 2 Sport er með besta sætið. Real Madrid, Bayern München, þriðjudag klukkan 18:45 og Roma, Liverpool, miðvikudag klukkan 18:45. Ekki missa af besta sjónvarpi í heimi. Stöð 2 Sport, besta sætið. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem er hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það, já, já. Segðu mér að ég sé þinn, ekki vera fyrir minn, ey. Ég vil það, ég dreg en andan og ég held á stað. Representatöru tekið sama hvað. Með bretti gundu fótum alveg að njóta. Ég klíns upp og ekki fæ mér ekki í glas. Slagur og góður róli, góður fjárskap. Ég skapa listi, gerir sitt, ég kann það. Ég lifa með að vinna og ekki nýtis þess að lifa. Ég ekki slaka motherfucker, bara baby það er sumar. Og rúfjan verið mig, ekkert sem að stoppa mig. Tækir fyrir hér og þar, gott þessi blassa við, ey, já. Gott þessi blassa við, ég er slagur að njóta og lifa. Fagur dagur, já góður, ég finn það. Ég er slagur að njóta og lifa. Fagur dagur, já góður, ég finn það. Ey, ey. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem er hér og þar. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem er hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það. Ég vil það syngja, já, Jói P. og Chase. Það er spurning hvað þeir vilja. Ég veit hvað ég vil. Ég vil að tindastundin á morgun. Hvað vilt þú, Egill? Hvað vil ég? Ég vil að vera nákvæmlega svo Jan. Hjöldan Höggulur. Við vorum að ræða líka, þú var ekki búin að hella það svo mjög í því, þú ættir þessi Serious Amount of Cash og það vil svo heppil til að Jan var að staðgreiða með peningatösku húsa og Seltjarnarnesi. Hvað er mikið, og ég spurði hvað er mikið í láni? Hvað er mikið í láni? Það var hlegið 0 krónur. Já, ég er þetta heyrðu þetta aldrei. Bara hörðu þetta, kaupa þetta húsina. Opni skjálftaskan, gjör það svo vel. Þvílíkur kongur. Þetta er líka sem ég að segja. Ef maður ekki hella dísi á þetta daginn. Erum við komin í íslenska slúðrið?
Hvað er það? Nei, þetta er bara, við leynum ekki neinu fyrir hlustundum okkur, það er skemmtilega við þetta. Við ætlum ekki að taka myndir fyrir Cash, það er dött. Sko hann er að fara að taka lag, jú ok, ef að henda okkur myndir fyrir Cash og svo tekur Jón lagi. Viltu vera með í því, Jan? Hver stjórnar þessu þætti? Það er stjórnar horfa á hann. Hann er eiginlega í lausu lofti þessi þáttur. Já, tökum myndir fyrir Cash og svo fyrir við lagi. Ég nenni ekki að hafa Egil grænmeti þannig að Ok, við tökum, já, hendum okkur myndir fyrir Cash og við klárum þáttinn á John og nýja læru. Ok, það hljómar vel. Hvað líst þér á það, Jan? Er það í lagi þín vegna, Jan? Já. Við viljum ekki vera að styggja þig. Nei, mér finnst bara heiður. Mér finnst bara heiður að vera en ég er mikið aðdáðan þáttarins. Þannig að bara dásanlegt. Gott að vera Ég hef ekki bara hend okkur í þetta þegar hún er 17:47, við höfum ekki mikið tíma. Jú, ég var að byggja trailer kannski. Hvernig verður það? Akkur er þú að byggja trailer? Ég veist bara að vera brotið á góðu manni. Það er, hann er búin að vera að byggja trailer allan dag. Herru, Rikki, það er eitt trailer tindur. Við erum búin að tína trailerinn fyrir spurningum. Þetta er eitthvað leikrið sem auðvitað er að prófa. Nei. Tína í gæsalöfum, sko. En maður svo, erum við búin að tína líka myndur fyrir Cash-trailerinn? Já, ok. Hann er tindur líka. Við erum búin að tína miklu. Would you like to have pockets full of kids? Kláraði trailerinn? Nei, ok. Hann er ennþá. Adam Cash. Ég ætla að segja að það er klárað. Það eru 3 spurningar. Þið eru með Steinþór, Jan og Blondale. Já. 2 sköllóttir og 1 hár sem taka þátt núna. Já, þvílík stemming. Og sko, fyrsta spurningin er hérna, við vorum að ræða þetta svolítið áðan, en ég var búinn að segja þetta fyrir, þannig að ég held henni bara. Mundið þú leyfa maka þínum eina heita nótt með celebrity eiginvali fyrir 100 milljónir? Hún segir bara þegar... Velur hún celebrity? Já, hún velur celebrity. 100 kúlur. Já, það ekki. En það? Já. Hún myndi væntanlega velja eitthvað rándýrt. Já, er það ekki, væri ekki... Ekki bara til lagi. En hvort myndi... Eru maður bara rugglar á þessu? En þetta er líka svona góður punkt fyrir kosta á, af því að þú sagði svona, ok, hugsalega myndi hún velja eitthvað geggjað. Væri það gott eða vond? Það væri gott. Það væri betur. En þú ert bara að tala um einu sinni. En gætum kynstónum Axel bara fellin löð? Heldur þú getur höndlað þetta? Ég veit það ekki. Þú myndir ekki vilja að myndi velja eitthvað haug. Það er skárra að myndi velja eitthvað fjallmyndalama. Þetta er bara 1 nótt, 100 kúlur og blöð. Já, ég held ég myndi... Jú, eða ekki. John, hvað segir þú? Já, ég er ekki viss hvort ég myndi handla. Ég er hamingjusamlega giftur. Sko, kona þín heldur fram í það eins og róulegs hundur og þú var ekki krónu fyrir það, sko. Áfyrir ekki fá smá pening. Nei, ég er ángriðis, ég veit það ekki. Þetta er erfið spurning. Bara við það, sko. Ég held líka hún myndi að vita á því að velja eitthvað alvöru dæmi, skilja. Væri maður ekki líka bara hvernig var? Svo lengi sem kona mér myndi þá velja annarkvæmt Wesley Snipes eða Denzel. En snúum þessu. Heldur á að Sigrún myndi leyfa þér það og hún myndi fá 100 milljónir? Það er góð spurning. Nei, ég myndi ekki halda það. Nei, ég veit ekki. En líka taldu celebrity, þetta er alltaf að fara að vera erlend, eða ekki? Já. Það væri alveg. Þetta væri ekki bara, heyrðu, hérna. Ég get lofa því, allt á milli mín og Hafdís þar er búið, sko. Herðu, bara láta að vita að ég hitti hérna Jóa Fel í gær og það var eitthvað vesen. Það eru 100 milljónir á reikningum. Allir klárir í þetta. Það er svo þess. Já, en ég væri náttúrulega með kröfur. Ég er að vera Wesley eða Denzel. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis, já. Eða LeBron James. Eða hann. Það er smá þemaðan í gangi hér. Já, herru, Það er spurning um 2. Möndur við keyrum á riðgari lötusport að sem eftir er fyrir 45.000 krónur á mánuði innlögnum. 45.000 krónur á mánuði? Já, þú reiknar með þú ert ekki að borga af bíl, þú far greitt fyrir að keyra bíl. Akkur er 45, akkur er ekki bara 50. Þetta er svona algengar eðslubyrju á fólki sem er á bíl. Það er einn sem er búin að klára mentaskólan, hvað sagður, hvað er það mikið ári? Þetta er 4,5 540. 10 ár, 4,5. Þú var greitt fyrir að þú markandar og setur nullin bakvið fyrir eftir, veistu hvað það er að fara? 4,5 á 10 ára, nei, ég myndi segja nei við þessu. Líka geggjum bens. Heiðum maður. Ég fyrsti bílinn sem ég keyrði á þegar ég fekk bílpróf var Lada Sport og hún var riðgur og veistu borgað fyrir það? I liked it og ég fór daginn og skoðaði lötu. Ég fór og við hittum gaurinn. Þetta er eitt af 15. sem lendi. Við vorum veislustjóri og steindum daginn á herrakvöldi Keflavíkur. Því miður þetta sönn saga. Já, og það var gaur þar sem ætlaði að selja Steinda lötusport og Steindi var geðið peppar, blá eitthvað svona, hann bara, já, vildi ekki pröfukera hann? Ég er mjög veikur fyrir lötu, sko. Og Steindi eitthvað, jú, endilega maður, hann lána hann bílinn, svo sendi hann SMS eftir 3 mánuði, ert eitthvað geðveikur? Þá var Steindi ennþá með bílinn, bara
Málega það, bíllinn, ég pröfi kérna einu sinni, hann var geggjaður. Sigur, hún vildi ekki leiða mér að kaupa hann. Stálstu bílnum? Hún segi bara, þú kaupir Basically, já. Málega, hann var síðan rafmagnslaus í hlaðinu og ég fór í tökur á einhverju seríu, sko. Þetta var vesen, en ég fekk þetta SMS, sko. Satt eða logið? Þetta er satt. Satt eða logið, það er í kvöld. Þetta er dagsett. Ég ætla að segja bara, Þetta er já fyrir þig. Ég myndi keyra hana frítt, sko. Mér langar í lötu. Þeir eru saman að setja piece of shit. Málega það, mér langar í lötu, ég bara má það ekki. John, hvað segir þú? Ég fer að hugsa svo leiðilega hluti, þú veist, þyrftur að borga, þú væri alltaf að gera við hann, Nei, þetta er ekki útgjöld ykkur við gerir. Þetta er bara 45 skatt og greitt fyrir að kera lötuspor og þú ert að rauðuljósi, fólk er að þetta er John. Já, ég er ekki bílasnobbaði, sko, bara null, sko. Ekki, ég minnsti bílasnobbaði landsins. Þú ert alltaf á geggjum bíl, það ekki rétt. Ég er á geggjum bíl, Toyota RAV4. Skinsamur, bíla lítið. Financial advisor, valdi bíl sem bíla aldrei. Jón, keyrir á Toyota. Er það já eða nei? Ég segi samt bara eitthvað nei, sko. Ok, næsta spurning er kræfjandi. Síðasta. Já, ok, sko, enginn að æsa sig, þetta er bara basic spurning, þetta er eðlileg spurning, þetta er bara leikur. Mundur þú fara niður á Ríkharð Óskar Guðnason fyrir 500 milljónir, einu sinni, one time? Engin póki og ekki neitt. Engin bara ekkert, bara beitt. Þetta er gróf spurning. Ég veit að þetta er mjög gróf spurning. Og Rikki er í stúdíón. Það er ógeðslega óþægilegt að horfa í augun á hann þegar maður svara. Rikki, myndir þú vilja það? Nei. Ég finnst þetta að vera sanngjöld uppæð. Er ekki þægilega ef hann gerir niður sig? Rikki, sýnd okkur hvað erum að glíma við þetta. Sko, Egil, nú verð ég að spyrja þér eina spurningu. Og þú, sko, erum við að tala um, þetta er ógeðsleg spurning. Já, ég veit. Er þetta bara svona, er þetta... Hann er ekki búin að vera DJ á hverfisbarnum með það. Rikki er að DJ á hverfis í kvöld, eða ekki? Já, ég segi að hann er ekki búin að vera í aksjónu. Já, hann er ekkert sveittur og eitthvað. Fær maður til að nána með einu sinni uppi sig að þarf maður að vinna á þessu. Ég verð að spyrja. Rikki, þarftu ekki að fara? Sko, ég var ekki, ok, þetta er bara... Það var ekki búin að hugsa þetta. Þau eru bara að henda ykkur í þetta og þetta er 500 stórar inn á reikningin. Ok, herru, ég nenni ekki að ræta meira því að þetta er ógeðslegt að vera ræta. En klárar hann? Þetta er bara munnmög, það ráð allir við það. Þú ert að klára þetta verkefni, blöðar, sko. Ég myndi gera fyrir 500 milljónir, svo myndi ég bjóða Rikk út að borða eitthvað gott. Apotekið. Endur með þetta, John, megum við heyra nýja lagið Acoustic. Já, that's a first, sko. Nú, ekki? Þetta er frumflutningur. On the spot. Heims frumflutningur. Gerði bara eitt besta, John. Viltu plugga lagið eitthvað Dance with your heart og fólk að fara inn á YouTube og horfa á nýja myndbandi? Já, skemmtilegt myndband. Checkja því og líka á Spotify. Geggjað. Alright. Dance with your heart, Acoustic í lokin fyrir okkur. Ég er ekki að loka þættinu með það? Nei, svo hverju? Já, það ekki, ok. Bara upp á hvað stemningi hafi í sig? Já, þetta er samtalið, þetta er stórslátt. Þetta er stórslátt. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew